komið heil og sæl og verið velkomin að tækjunum. Það er verti núna, Birkir. Heldur betur. Mikið af þáttum á skömmum tíma. Mikið af frábærum gestum að rúlla inn í stúdíóið. Já. Og við erum nú að reyna að komast til botns í öllu saman. Nei eða já, af eða á. Þetta svona fyrsti þátturinn sem að fylkingarnir að mætast hjá okkur allavega. Já, það svona að undanskildi viðburunum sem við heldum. Já, einmitt. Vesturbæði bíó í ger. En gestur okkar í dag eru Snorri Másson, þingmaður og varaformaður Miðflokksins og einn öturlasti málsvari Neyhlíðarinnar og Jónas Hagan Guðmundsson, farsæll frumkvöðull, fjárfestir og einn forsvarsmanna samtakanna Sjá og tala fyrir Já til að sjá. Strákar, hvernig liggur á ykkur? Og velkomnir. Takk hérlega. Ég bara í góðu skapi maður. Maður er auðvitað döðstressaður að mæta svona miklum anstæðing en ég held að við séum nú á endanum alls ekki neinir anstæðingar. Nei. Þetta er bara gott að geta tekið lýðræðislega umræðu og haft skoðunarskipti og það er bara svoleiðis á lýðræði að virka. Já, það liggur nú ágætlega á manni. Ég held að séu núna þegar við tökum þetta upp örugglega 10 dagar til stóra daginn. Til fram að stóra deginum. Og það var nú einhver sem spáði því að svona eftir því sem nær drægi þá var minnkuðu líkurnar sífellt á vitrænni umræðu og þetta leiðist út í eitthvað rugl, þannig að ég væri mjög ánæður ef okkur tækist að halda upp einhverju vitrænni umræðu hérna í dag. Þetta er búið að vera náttúrulega, maður hefur séð alveg samfélagið held takast að þessu. Það er held tekið að þessu og bara mjög svona forvitnilegt að sjá línurnar skiptast sko og svolítið óljóst í skoðanakönnunum hvernig fer nákvæmlega þótt að ég sé í vissum skilningi frekar samfærður það hvernig það verður sko. Já, að nei verður óná. Já, það er mín tilfinning. Hver er þín tilfinning, Jónas? Sko, ég náttúrulega er vongóður að við fáum loksins að klára þessar aðildarviðræður, þannig að við getum nú loksins fengið öll gögn upp á borðið. Mér þætti það auðvitað farsalli niðurstaða heldur en hitt en þetta verður tæft en þetta hefur náttúrulega verið líka tæft sko ef við berum okkur saman við bara kosningar í Svíþjóð þar sem þetta var mjög naumt á mununum en jáið hafði yfir og sama skap í Noregi þar sem neið hafði yfir 52-48 var þar niðurstaðan þannig að þetta virðist vera í öllu löndum mjög svona skiptar skoðanir og en enga síður að Svíþjóð fór inn og er mikil ánægja mæling þar með að vera komnir inn í Evrópusambandið og mér finnst bara nauðsynlegt að við skoðum þetta könnum til enda hvaða kostir og hvaða ókostir þetta hefur og ég tek svo hjartarlega undir með Snorra að maður óttaðist það og það hefur aðeins raungerst að menn fari einhverju skotgrafir og sko raunveruleikin er sá að alveg sama hvort að við segjum já eða nei þá hefur það auðvitað áhrif en það er ekki þannig að líf fólk breytist frá einum degi til annars. Við vöknum bara 30. ágúst og mætum í vinnuna og Snorri mæti niður á þing og ég keyri krakkana í skólan og lífið breytist ekkert 30. ágúst en þess vegna finnst mér líka mikilvægt að við kannski náum að nýta tíman hérna í dag til þess að ræða framtíðina. Já. Því þetta snýst fyrst og fremst framtíðina. Bara hvar erum við stödd, hvar viljum við staðsetja okkur og hvernig sjáum við Ísland eftir 20 og 30 ár. Við festumst alltaf mikið í því að vera að ræða stjórnmálamenn nútímans, þeir sem eru við völd í dag og þeir verða ekkert við völd hérna næstu 20, 30 og 40 árin. Þetta breytist á 4 ára fresti. En þessi ákvörðun mun lifa með okkur ansi lengi. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við ræðum framtíðina en ekki bara hjökkum í hjólförum hérna nútímans. Ef við mætti splæsa inn þarna, þá er ég hjartanlega sammála þessu að við erum auðvitað að ræða framtíðina hérna og sannarlega getum við ekki alltaf tekið heldur mið af stjórnmálum nútímans og ég veit ekki hversum djúpt við förum í þessum þætti, vonandi getum við tekið vandað umræðum hvað eina, en til dæmis eins og þessi punktu með að sko, stjórnmálamenn nútímans eru auðvitað bara núna og svo breytist lífið og rétti svo við erum að tala um stöðu Íslands í nútímanum þá þannig að maður fari bara efnislega bent í þetta sko þá erum við náttúrulega, þá hefur mikil röksemd verið í þessu hinn ágæti Bandaríkjaforseti að svona í ljósi hans og hans nálgunar í heimsmálunum sem ég hef nú gert töluverðar athugasemdir við að þá þurfum við þar með að fara og leita skjólsinn í Evrópusambandinu en
það hefur einmitt verið bent á það í fyrsta lagi að sko, hann á 2 ár eftir á sínu kjörtímabili og það síðar kjörtímabili, þannig að samkvæmt stjórnarskráni þar þá getur hann ekki haldið áfram eftir það. Þannig að það þarf algjör grundvallar breyting að verða í Bandaríkjunum til þess að hann haldi völdum þar. Hann stundum að hóta þig, sko? Já, og hann alltaf ólíkinda tólið í þessum yfirlýsingum og þessu flippi öllu, sko, en þó að manni standir alls ekki á sama margt að því, sko. Og svo það hitt að Evrópusambandsákvörðunin alltaf til margar áratuga, sko, þannig að láta þetta stjórnast af því bara, það finnst mér svona ákveðin rörsýn, sko, og hefur eiginlega verið miklu leyti til svolítið eftiráskýring margar þeirra sem tala fyrir að fara þarna inn vegna þess að sko margir þeir sem hafa talað bara hreint og beint fyrir Evrópusambandinu sem bara afstæða sem ég virði árum saman, þeir láta skyndilega eins og snúist allt varnarmál í heimsmálum. Við gætum alveg farið á dýptina í þessum varnarmál og utanríkismálin hérna eftir ef að áhuga fyrir því mér finnst svo umræð að vera á miklum villigötum og þeir stoppum bara ef þið viljið stýra þetta er alveg hárrétt sko, þú veist, það sem ég ekki að tala um það dró mig ekki inn í þetta þótt að ég sé nýkomin heim frá Bandaríkjunum. Ég er búin að búa þar síðustu 7 árin og ég upplifði bæði fyrra tímabil Trump og núna seinna tímabil Trump. Og það hefur svo sannlega orðið miklar breytingar í Bandaríkjunum. Það er bara staðreind. Ég hef upplifað það sjálfur. Ég skil vel af hverju hann var kosinn fyrir kjörtímabilið. Hann setti bara America first og hinn almenni bandaríski skattgreiðandi fór náttúrulega mikið að spyrja sig af hverju erum við að borga fyrir alla aðra. Af hverju hugsum við ekki fyrst og fremst okkur sjálf. Og Bandaríkin er það stórt hagkerfið að þeir þurfa raunveru ekki á neinum öðrum að halda. Þannig að þeir sögðu bara réttilega, herðu, við bara förum að horfa fyrst og fremst okkur sjálf og forgangsraða okkur en ekki öðrum. Út af þetta var hann kosinn og alveg skiljanlega, þetta var alveg ágætis umræða. Seinni kjörtímabilans hefur náttúrulega breyst mjög mikið hins vegar. Í staðan fyrir að hann var að horfa meira inn á við, þá hefur hann náttúrulega bara verið á fullu í heimspólitíkinni og þessar hótanir í garð Grænlands er eitthvað sem okkur ber að taka alvarlega. En ég ætla fyrst og fremst að einblína á efnahagslegu umræðina og mér finnst þar vera aðalatriði, það sem að dró mig að þessu. Ég kom heim núna eins og segi núna í sumar og fylgdist aðeins með umræðinu og það voru þá bara til 2 fylkingar, það var Evrópuhreyfingin, stofnun 95 og Heimssýn, stofnun 2002. Og mér fannst þarna vera bæði hreyfingar sem voru bara að ákveða sig, bara já og nei. Það þurfti ekki að ræða neitt frekar. Mér fannst vanta fullt af upplýsingum og það var til þess að ég var einn af þeim sem að stofna þetta já til að sjá, sem að var svona samtök sem að segja það, bara heyrðu okkur þætti vantum að fá að klára samninga viðræðurnar, þannig við fáum bara allar staðreyndir upp á borðið og það er bara ein leið til þess að komast að því, eins og Guðni T.H. sagði svona óbeint hérna í Silfrinu að það er að spyrja og mér finnst að við ættum að spyrja og komast að þessu því að ef við horfum enn og aftur, Ísland vegnar vel, frábær í eiginlega næstu einu öllu, hvað getum við gert betur? Hvar má betur gera? Það voru það fyrst og fremst vextir og verðbólga. Við vorum að horfa upp á vaxtahækkun enn ferðina í dag. Rétt á hann? Já, rétt á hann. Við erum búin að vera í þessum hjólförum síðan ég man eftir mér. Nú er ég orðin 57 ára á árinu, þannig að og eldri menn þetta hefur ekkert breyst. Og ég tek svo undir með orðum Sölva sinna hérna frá Emblu Medical að við verðum að velja okkur umgjörð. Ef við breytum engu, þá breytist ekkert. Hvað felst í því að taka upp evruna? Jú, aðra þjóðir sem hafa gert það hafa byrjað vaxtalækkun að ferli og nú er ég fluttur heim og elsta dóttir mín er nýflutt heim. Hún var að kaupa sér íbúð og við fórum bara að skoða tölunar hjá henni og bara horfum bara raunhæft á þessar tölur. Hún tekur 70 milljón krónar lán til 30 ára, óverðtryggt, 8,35% vextir. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að hún er að borga lánið 2,4 sinnum tilbaka. Hún var með samskonaláni í Danmörku á mun lægri vöxtum, meðalvextir í Evrópu eru 3,4%. Það þýðir það, þú ert að borga láni tilbaka 1,5 sinnum. Munurinn á þessu eru 8-10 milljónir. Það er allt lánið aftur. Þannig að, þú veist, ok, þetta er einn hluturinn sem við þurfum að skoða. Auðvitað hefur þetta miklu stærra samhengi. Hvað ef þá við förum með sér margar aðra hlutir? Þannig að ég vil skoða heildarsamhengið. Þetta er það sem dró mig fyrst og fremst að þessu. Síðan koma öryggismál og síðan kemur náttúrulega fullveldismál og mörg önnur mál inn í umræðuna líka. Þannig að þetta er heildarpakki sem ber að skoða. Mér finnst það bara ekki rök semd í því að hafna því að skoða þetta til hlítar.
Það mín afstæða. Snorri, ég ætla að leifa þér að svara þessu, við erum komin... Ég held ég þurfum ekkert handrið í það, sko. Nei, af því þetta var nokkri punktar, en eftir þetta ætlum við að kíkja í happatrefna, þá ætlum við að kíkja í einn pakka minnstakosti í dag. Glæsilegt. Ég ætla líka að hvetja fólk til að taka hana samt í mynd, þeir eru báðir glæsileg. Og Jónas Hagan er ekki 57 ára, það er ekki rétt. Alltaf vel til fara líka. Já, nei, sko, það er náttúrulega mörg að taka þarna og þegar við erum að tala sko, af því að þessi millileið hefur verið valin í herferðinni að tala já til að sjá en ekki að tala bara hreinlega fyrir aðild að Evrópusambandinu sem að eiginlega enginn gerir lengur vegna þess að já til að sjá miklu þægilegri staður til að staðsetja sig á pólitískt þannig að það þarf þetta í raun og veru að láta eins og þetta sé bara frekar skuldbindingar lítið að fara inn í aðildarferli að Evrópusambandinu þegar það er alveg augljóst af öllum gögnum, fyrirliggjandi gögnum, allir í sögunni að það að sækja aðild að Evrópusambandinu, það gera þjóðir sem vilja fara inn í Evrópusambandið og eins og til dæmis Baudenbacher bendir á og margir fleiri sem þekkja vel til þessar ferla, þá ertu einfallega bara búin að taka skref í átt að Evrópusambandsaðild og með hverju skrefinu sem þú tekur þá náttúrulega verður flóknara að stíga tilbaka þannig að það er þessi skuldbinding sem felst í þessari ákvörðun sem að maður hefur náttúrulega reynt að halda á lofti og útskýrt að þetta er ekki bara eitthvað saklaus könnunarleiðangur, heldur er þetta meiriháttar skuldbinding, alþjóðleg og þjóðréttaleg skuldbinding fyrir okkur Íslendinga að stíga þetta skref. Hvað þýðir þetta skref? Það þýðir að það verði farið yfir það með Evrópusambandinu á öllum sviðum, hvernig við getum lagað okkur að regluverki Evrópusambandsins. Í einhverjum jaðartilvikum, í einhverjum málaflokkum geta Íslendingar auðvitað farið fram með sína kröfur og óskir sérlausnir eða þá einmitt, það sem er miklu líklegra, tímabundna aðlögun að einstaka sviðum. En sko grundvallar kerfi Evrópusambandsins, hvort sem á sviði sjávarútvegsins, hvort sem bara á sviði reglu, eða bara sjálfstofnara kerfis Evrópusambandsins eða landbúnaðar eða öðrum sviðum sem að varða okkur miklu núna þegar við erum að fara úr EES yfir í ESB, þá erum við sem sko þjóð sem væri 0,1% af íbúafjöldanum, eða byrju sko 400.000 af... Með 450 milljónum, já. Já, er það 0,1 eða 1? Ég ætla bara að segja já. Þið eru alltaf að hugsa tölur og starfræði. Það segja þetta passar. Þjóð sem á því kaliberi þarna inni að hún komi inn og breyti grundvallar sáttmálum Evrópusambandsins. Ég til það einfallega algjörlega óraunhæft frá fyrsta stigi og það í raun og veru sanna samningaviðræðurnar frá því síðast. Maður getur bara séð það sem Jón Bjarnason til dæmis að segja að það kom ekki til greina af hálfu Evrópusambandsins í þeim viðræðum að gera þær grundvallar undanþágur á til dæmis sjávarútvegskerfinu sem að Íslendingar hafa þó eins og skoðanakannanir sína bara mjög svona ríka kröfu í sínu brjósti gagnvart. Þannig að þess vegna í síðasta ferli var þessum köflum ítt á undan, þá voru menn að íta þessum köflum á undan sér og það var ekki vegna þess að það var bara eitthvað skipulagsleg tilviljun, það var bara vegna þess að menn vissu bara að Evrópusambandið var ekki að fara að gera það sem Ísland var að biðja í þessum köflum. Þess vegna reyndu menn að skapa það sem heitir bara í einhverjum skilningi ákveðin pólitískur skriðþungi í ferlinu, það sem út komið skriðþunga, vélin bara farin af stað og þetta bara eins og flutningaskip, það bara erfitt að snúa við til þess að síðan vera búin að koma Íslendingum í þá stöðu að þeir séu líklegri til þess að bara fallast á sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem þeir þurfa að gera þeir ætla að fara inn í Evrópusambandið. Þannig að sko, þess vegna hef ég gert náttúrulega ákveðna grundvallar athugasemd við að þetta sé bara spurningum já til að sjá. Þetta er já til þess að sækja aðild að Evrópusambandinu. Jú, auðvitað mun ýmislegt koma í ljós en það eru hins vegar margvar og grundvallar fyrirliggjandi staðreyndir í ferlinu sem við vitum fyrirfram sem nægja mér persónulega til þess að segja að nei, ég tel alls ekki að þessari ríkisstjórn eigi að vera falið að sækja aðild. Og þá er ég ekki einu sinni farin að tala að sko, þegar þú ferð inn í svona ferli, rétt eins og forsætisráðherra benti réttilega á fyrir kosningar og við margvísli tilefni, þá verður þú að hafa almennilegan stuðninga meðal almennings að baki þér og hvað þá inn í þingi. Það er ekki meiri hluti fyrir Evrópusambandsaðild inni á alþingi og ég starfa á alþingi, ég veit hvernig það virkar og ég veit hvernig það væri ef við værum, ef menn væri komin í aðlögunarferli að Evrópusambandinu að reyna að koma Íslandi inn og þyrftu þá að fara í tilheyrandi og viðeigandi lagabreytingar á ýmsum sviðum. Ef það væri ekki meiri hluti fyrir þessu, þá væri ríkisstjórnin komin í sínar innri deilur yfir hverju einasta smámáli á meðan önnur stærri og veigameiri og meira áreiðandi mál á Íslandi sitja á hakanum. Þannig að þetta eru svona
eins og ég segi, og ég hef sagt það líka, ég meina á einhverjum tímapunkti ef það væri meirihlutastuðningur við Evrópusambandið á Íslandi, ef að skoðanakannanir sýndu bara 60-40% stuðning við aðild að Evrópusambandinu eins og það eða flokkar getur til dæmis bara farið til það getur bara verið boðað til alþingiskosninga og flokkarnir myndu þá segja og tala um Evrópusambandið fyrir kosningar en ekki setja á hann í skúffu eins og Samfylkingin gerði og segja bara ég mun sækja aðild að Evrópusambandinu, ég mun líka gera það, þá bara hægt að kjósa slíka flokka og þeir mynda ríkisstjórn og þá gera þeir það með alvöru umboð. Þetta ákveðið gerfi umboð sem hefur verið að sækja, eða sko gerfi umboð kannski fullt strangt orða tekið, en þetta svona ákveðið sjónaspil þar sem að þetta umboð svo, þetta tæpa umboð, bara til að sjá, ekki til að sækja aðild, bara til að sjá, vegna þess að ríkisstjórnin getur ekki komið sér saman þetta atriði. Og þetta svona að meðal minna mörgu athugasemda við þetta ferli að sko við erum bara ekki í stöðu til að sækja aðild að Evrópusambandinu og ég held að það sé bara ekki gott fyrir ásýnd Íslands út af við að vera að gera svona tilraunir bara til þess að leysa úr þessari ómögulegu stöðu innan stjórnarinnar. En eins og segi, þið verða að stoppa mig sko, ég geti bara skrúa frá krannum hérna sko. Árni hleypi Jónas að það, spyrja einu. Ef að Samfylking og Viðreisn væru bara í ríkisstjórn, ekki Flokkur fólksins, heldur að þið farið þá öðruvísi í þetta? Sko, já, ég meina það ef og hefði það svolítið erfitt að sjá það fyrir sig þannig. Þetta við erum bara með þessa ríkisstjórn. Samfylkingin og Viðreisn eru ekki með meirihluta á Alþingi. Það virtist allan að framan af ekki vera meirihlutastuðningur innan Samfylkingarinnar eða framámanna þar fyrir því að ganga eða allan að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Fólk talaði þetta svona framtíðarspurningu. Kannski að núna þegar svona mikið undir, þá breytist tónninn aðeins í Samfylkingunni finnst mér að þau átta sig á því að það mikið undir fyrir þau að þetta já komi og eins og ég segi, Kristrún fór frá því að halda ekki ræðu málið á Alþingi. Hún neitaði að halda ræðu í málinu þar sem við vorum að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna vegna þess að hún vildi bara fría sig ábyrgð á málinu yfir í það að vera núna að segja við alþjóðlega fjölmiðla að hún sé að reyna að fara landið til þess að fá já sko. Þannig að það hefur verið algjör grundvallarbreyting á nálgun hennar, ég veit ekki hvaða pólitísku hagsmunir nákvæmlega skýra það. Ég hef alls ekki keypt skýringarnar að þetta sé þessi breytti heimur. Það bara, eins og ég segi, ef maður bara fer yfir breytta heiminn, eins og ég gerði hérna aðeins áðan, en sko Verðum að hleypa Jónas að? Já, ég mun halda fram að tala breyttan heiminn þetta smá, ég skrifaði heimur. Jónas? Já, Hvað ætli að byrja? Hvenær förum við að opna pakkan? Já, ég var nú eiginlega Ef kikið pakkana? Kíkjum í pakkan. Ég held Ekki að byrja á því og jafna okkur á þessari eldræðu. Já, þetta svona eins og að háum það svona vasspása, þetta ekki hálfleikur, þetta vasspása. Happatreyjur? Ég nú hlakka til að opna því að ég nú nota þessa samlíkingu að ég hef aldrei haldið með stjórnmálaflokki. Nei. Og ég hef nú svona reynt alltaf að horfa á menn og málefni hvers tíma á þenni ég kýsi eitthvað. Þannig að fyrir mér þetta náttúrulega miklu stærri spurning sko heldur en sko núverandi ríkisstjórn eða hverju sitja í dag. Þannig að við skulum kannski fara aðeins inn á það á eftir. En fyrst skulum við opna þetta hérna og ég ætla að segja, eins og ég segja, að afi minn og pabbi minn, þeir voru Manchester United menn. Okay. Og þar að leiðandi ég Manchester United maður. Þetta ekkert eitthvað sem ég get að því gert en ég bara alin upp þannig og ég hef gengið gegnum góða tíma og slæma tíma með það. Þannig að við vonum að þetta sé United 3. Já, það nú líka alveg gaman að fá eitthvað annað því ég á nú eina United 3 sko. Kíkjum á það. Það ekkert skemmtilega en að opna pakka. Ekkert spennandi. Já, til að sjá. Sjáum hvað heyrðu, þetta virðist nú vera En ég veit til fyrirfram að það treyja í þessum pakka, skilur. Landslýstreyja. Glæsilegt, sjáum hvað situr. Hvað þetta? Þetta ekki bara, þetta Aston Villa. Já, flott, við vorum myndið að fá flottan leikmann frá Aston Villa. Tílimann, til United, þetta glæsilegt. Laglegt. Þetta getur verið verra. Hún merkt þér að kíkta á hana? En var það svoleiðis með þessu? Það finnst mér ólíklegt. Nei, ég meina því að Leifur var eitthvað að gefa þér skinn á hann, en ég var kannski miskinn á. Já, nei, það var á pakkan. Merkt kassin, já. Já, bara kassin. Þetta hefði verið kannski svolítið skrítið. En nei, þetta bara flott. Við sýnir Snorri ekki að opna sína, það kannski einhver. Jú, við erum bara búið tvö moment úr þessu. Já, ég neita að opna pakkan. Ég veit hverju þessu og ég segi Komist aldrei að því nema. Nei, þetta áróður ykkar? Búin að heyra þessu orðið svolítið Evrópusinnaðir, sko. Já, menn eru byrjað að kalla okkur Viðreisn eftir dag. Já. Nei, við erum Takk alveg fyrir mig. Já, verða góð. Og svo er hann með kalda þetta líka. Hann er að ganga frá þessu. Ég kannski býð mig að opna það ánga til. Á föstudaginn. Eftir atkvæðagreiðsluna. Jónas Hagan fekk kalda light, Snorri fekk sunnan kalda. Sunnan kaldi. Burnley Football Club. Já.
Turf Moor. Menn munur reyka upp stór augu í gymminu þegar ég þessum. Og ég þarf að veita skýringar. Hvað er eftir enska boltanum? Ég Arsenal maður. Já, þannig að þú ert glaður. Þú ert mjög glaður í fyrra. Já. Þetta var tími tilkomin, áttu þetta skilið. Sko, en Burnley, þetta er bara ákveðin stemning í þessu. Það ekki? Það er flott að þessi er mjög flott. Já, mjög flott. Skemmtilegt. Þetta er sko, já, þetta er glæsilegt. Takk fyrir þetta, vinnur mér. Kíkja í pakkan. Ég meina, kíkja í pakkan og fá Burnley-treyju. Það verður það kannski, verður það dæmið. Ég held að það verður dæmið. Margt smátt. Sko, málið með margt smátt er að þeir merkja allt hátt og látt, en þeir eru líka með gjafakort. Sko. Gjafakort? Já, þannig að þá geta til að mynda, ef þú væri til dæmis með fyrirtæki og ert að gefa öllum starfsmönnum, þá geta þeir í staðinn fyrir að gefa bara brúsa eða bara tösku, já, ég skilji tautösku, íþróttatösku í ræktina, þá ertu að gefa gjafabréf og þarna færðu þá fullt af vel þekktum vörumerkjum sem þú getur, og þá getur þú einmitt valið þér hvort sem þú vilt eitthvað í stellið eða pott eða nefndu það bara. Já, þetta er þetta alvöru tækifæriskjöf. Já, Georg Jensen eru þið með, þeir eru með Converse, þeir eru með fullt af flottum merkjum og sveigjanlegum lausnum fyrir fyrirtæki, þannig að ef að þeir eru einhverjum gjafahugleikum núna er ekki of snemmt að huga að jólagjöfun. Einmitt. Þá hvet ég fyrirtæki til þess að skoða gjafakortin frá margt smátt. Svo er það kaldir norðan heiða. Já, við ákváðum að gefa Snorri, hann fekk þann sunnan kalda. Jónas Hagan, það var ekki illa meint, hann fekk kalda light, en þau náttúrulega voru báðir glæsilegir og hvernig maður til að taka hana þátt í mynd. Já, það var engin dulin skilaboð ég láta hann hafa kalda light. Ég held að þetta er bara ekkert eðlilega sexy. Hann er 57 ára, sko. Trúið reyndar ekki, sko. En já, þú veist, þannig að þeir voru mjög spenntir fyrir að smakka þetta, veit ég. Þannig að, og eins og ég nefndi, ég er búin að vera að smakka þennan sunnan kalda sem hefur verið erfitt fyrir mig að því að ég er búin að halda á kalda lightdósi en hann fór í þessar bleikur umbúðir. Það var bara límdu við henduna. Já, en núna er ég bara með kalda light í hægri og sunnan kalda í vinstri. Já, kaldi 0, það er auðvitað. Menn kaldi, happatreyjur, strákarnir fóru nú heim klifjaðir í dag og voru nú káttið með. Já, Jónas fekk Aston Villa treyju sem hann var afarónað með. Og svo Burnley. Já, og Snorri sagði nú með fulli virðingu fyrir Burnley, hann sagði, eru við kannski bara að fara að kíkja í pakkan og fá Burnley treyju? Já, en það var flott þessi Burnley treyja og við, Jóa Bergsmennir, við feldum tár. Já, en hann er greinilega fáru veikur, Jónas Hagan, hann bara, já, við vorum með að fá Júri Tillemans frá Aston Villa, sko. Já, þetta var Romano hann, ég vissi ekki. Nei, þú ert reyndar ekki svo best í þannig. Nei, ég fæ nú kannski aðeins að svara þessari löngu eldræðu Snorra. Já, sko, því var einhverjum mér á eldræðunum. Ég er alltaf, það þarf svolítið bara, ég er með svona sjúkdóm þar sem ég bara held áfram að tala, hann til að stoppa mig. Þannig að ég mun stoppa meira. Ekki málið. Nei, mér finnst þetta einmitt, sko, við erum kannski að gera einmitt mun á sko, kappræðum og umræðum. Þetta, ég skil alveg vel nú starfar Snorrinu á Alþingi og það er þetta alltaf mikið kappræður, menn er alltaf að reyna svona að sigra andstæðingin, að vinna atkvæðið. Ég náttúrulega hef enga hagsmuna að gæti í þessu. Ég er bara eiginlega að tala fyrir sjálf mig og eiginlega margir sem að spyrja mig af hverju er þessu tími í þetta. Og ég spyr mig að því sjálfur og hlakkar náttúrulega alveg mikið til 2009 þegar þetta er bara þessu lokið. En þetta er svona hugsjón sem ég hef haft lengi að mér finnst að við þurfum alltaf að skoða hvernig við getum gert hlutina betur. Og þess vegna finnst mér, sko, þú veist, þegar umræðan byrjar þessa ríkisstjórn og væri þetta betur að vera einhver önnur ríkisstjórn. Ég er alveg sammálaður Snorri að það væri miklu, miklu betra. Að það væri skýr meirihluti á þingi. Að málið hefði hlotið annan farveg en það hefur hlotið. Ég er bara sammálaður í þessu einu öllu. En við erum bara stödd hérna akkurat núna. Þannig ég sem bara almenningur, eins og allir aðrir, við erum bara búið að fá þetta í fangið. Að við að fara að kjósa núna 29. ágúst og hvað erum við að kjósa? Fyrst var spurningin sett fram að halda áfram viðræðum sem breytti landkjörstjórn þessu í því að hefja á ný aðildarviðræður. Það erum við að kjósa. Þegar við erum búin að kjósa og segjum að það verði já, hvað gerist þá? Þá hefjast viðræður, síðan verður til samningur, síðan verður hann lagður aftur fyrir þjóðina. Þá þurfum við að kjósa upp á ný. Síðan þarf að breyta stjórnarskránni sem að þýðir það að þing þarf að samþykja stjórnarskrárbreytingu, síðan þarf að rjúfa þing, kjósa upp á nýtt og nýtt þing þarf síðan að samþykja. Þetta er ferli sem þetta fer allt í. Þannig við erum svo langt frá því að vera gangin í Evrópusambandi 29. ágúst.
Ég veit að það ákveðin aðlögun sem hefst, það alveg rétt. En við skulum líka gera þarna greinamun á því að síðustu ríki sem gengu inn í Evrópusambandið var Króatía 2013 og það var Búlgaría og Rúmenía 2007. Og þessi lönd voru ekki í EES. Þau voru þar leiðandi náttúrulega á allt öðrum stað en við erum í dag. Við erum nú þegar að innleiða á hverjum einasta degi reglugerð frá Evrópusambandinu. Við erum búin að innleiða eina 13.000 reglugerðir. Við erum að innleiða þær án þess að sitja við borðið. Þannig að við erum komin langt áleiðis í þessari innleiðingu. En aðalmunurinn á EES og ESB náttúrulega tollasambandið og myntsambandið. Og við hefjum við förum ekkert inn í það fyrir en að þjóðin búin að kjósa já í seinni atkvæðisgreiðslunni. Þannig að mér finnst þetta samt svona líka ekki alveg rétt að við séum bara no turning back, eins og mann segja. Ég finnst að við þurfum að horfa að hafa sjálfstraust til þess að setjast niður með okkar vinum. Þetta eru vina þjóðir okkar, þarna hefur mestu hagsmuni að gæta. Það innan Evrópu. Við erum Evrópu þjóð. 50.000 Íslendingar búa erlendis, langflestir að búa í Evrópu. Langflestir okkar mennta okkur og hefja starf í Evrópu. Þetta eru vina þjóðir okkar. Akkur Evrópa búin að stækka svona mikið úr því að vera 6 þjóðir í 27? Akkur fleiri þjóðir en að komast þarna inn. Það vegna þess að það eru sameiginlegir hagsmunir. Þetta stærra markasvæði, meira öryggi og það líka þessi bara þetta viðmót við það að sameina vina þjóðir. Þannig að mér finnst þetta allt verðugt þess að skoða og við þurfum að hafa sjálfstraust og ég veit að Snorri tala mikið fyrir sjálfstraust. Mér finnst það gott. Snorri, þú hefur oft verið að ég hlusta á þína eldræður sérstaklega gagnvart ungum strákum á Íslandi og við þurfum bara öll að hafa mikið sjálfstraust en þá segi ég aftur að því ég nú kannski vanari frá viðskiptahliðinni, ég hef rekið og stofnað fyrirtæki yfir 20 löndum út alla Evrópu, Kýpur og Grikkland og víða, að it's all in the details, eins og maður segir alltaf. Við vitum alveg út af hvað Evrópusambandið gengur, en síðan eru þessar viðræður, hvert landi með sinn samning. Það eru þessir sér samningar, varanlegar, hvað heitir það, varanlegir, undanþágur. Ef við horfum á fishery til dæmis, það þetta relativity stability, þar sem að hlutfall einstakra ríkja byggja á veiðisögu til dæmis. Það ákveðin greinaskrif á milli Heiðrúnar Lindar og Torben Foss í gangi það, hvernig þetta fór fyrir Noreg. Hann vill meina það að þeir hafi fengið hlutdeild sína festa, auðvitað kustuðu síðan nei, þannig að það var ekki úr þessu. Og ef þú komið með varanlega undanþágu, þá verður henni ekki breytt nema með atkvæði allra þjóða. Þar að leiðandi okkar líka. Við þurfum að átta okkur þessu og ég veit að við erum þetta bara 0,1% en það eru fullt af smá ríkjum innan Evrópusambandsins. Eistland, Luxemburg, Malta. Ég hef farið til allra þessa landa, ég hef búið í Luxemburg, móðir mín bjó í Íslandi, ég hef farið til Möltu, ég á vini í þessum stöðum. Það engin umræða þarna það að menn hafi mist fullveldi eða hafi ekki atkvæði, engin sé að hlusta á þá. Þessi umræða á sér bara ekkert stað. Þannig að mér finnst þetta líka að vera eitthvað svona varhugaverður málflutningur. Já, það ýmsa takk og ég held að ég alveg sammálaði að það alltaf þægilega að vera í umræðum bara og tala rökin og fram og tilbaka hvað finnst í stæðis að vera alltaf að reyna að sannfæra líðin í hverri ræðu. En ég held að í sambandi við sjálfstraustu og hugsununa bara hver stað okkar sem þjóðar þá verður náttúrulega þegar við berum okkur saman við önnur ríki sem eru innan Evrópusambandsins, hvað sem það Svíþjóð eða Spánn eða Þýskaland eða það svona Króatía eða annað eins, þá eru við auðvitað í töluvert ólíkri stöðu en flest þessari ríkja á svo marga lund, hvort sem það bara vegna mannfæðar, landfræðilega legu sem bara skiptir máli, ekki síst af þessum síðustu og vestu tímum. Þá erum við erum bara í allt annari landfræðilegri stöðu en þessar þjóðir og svo auðvitað bara grundvöldlega hagkerfisins sem eru bara auðlindir. Að svona auðlindadrifið hagkerfi það virkar bara öðruvísi en önnur evrópsk hagkerfi og það ekki ástæðulausu til dæmis sem að norðmenn sjá líka hagsmunum sínum betur borgið utan ESB, það bara gömul sá ný og elsta
eða svona eina af þessum gegnum gangandi spurningu á Evrópusambandis, hvernig þeir eiga að ná sölsöndi sér Noreg. En sko, en það er ekki tekist, vegna þess að menn sjá þar að það er ákveðin sérstæða í gangi og þessi sérstæða að mínum mati og það sem ég hef lesið í hagfræði, í svona hagfræði spurningunni í þessu, bara að til dæmis, ef við tölum að það er mikið talað auðvitað evruna og krónuna hefur sína miklu ókosti og hefur haft í gegnum tíðina sannarlega, en síðan hefur hún líka sína kosti að þegar við erum með hérna sjálfstæða peningamálastjórn á Íslandi, þá getum við brugðist með miklu svona mildari og aðgengilegri hætti við sveiflum í efnahagnum. Þannig að þegar þú ert að vinna með auðlindahagkerfi, eins og við erum að tala bara sveiflur í sjávarútvegi og öðru eins framleiðslu, orkumálum, allt slíkt, það bitnar á þeim þáttum sem að við veljum að það bitni á í raun og veru þegar við getum stýrt vöxtum og krónunni með þeim hætti sem við getum gert. Þetta er ákveðin staða sem íslensk stjórnvöld er í, hefur farið ágætlega yfir í skýrslu fjármálaráðuneytisins krónuna til dæmis, að þetta er augljóslega leið til þess að mæta áföllum. Á meðan sko við getum horft til Finnlands sömuleiðis núna, þar sem að eru þrengingar í efnahagnum, hvort sem það er vegna stríðsástands, auðvitað bara ástandi heimsmála, en það er hart í ári í Finnlandi og þá búa þeir við þá stöðu að þeir eru með þeir eru hluti af sameiginlegri peningamálastjórn Evrópusambandis, að þeir geta þá ekki tekið þetta út í vöxtum eða áhrifum sem að sjálfstæð peningamálastjórn getur haft áhrif á, heldur verða þeir að taka þetta út í gegnum atvinnuleysi, niðurskurð og þessa neikvæðu Ég vil kannski aðeins fá að svara þessu. Sko, tvennt. Evrópusambandið er ekki að reyna að sölsa undir sér Noreg. Nei, ég er bara aðeins að flippa. Já, ok. Þannig að reynum alltaf að svona vera aðeins hóvarar í málflutningi okkar. Ég rek fyrirtæki í Finnlandi og það hefur gengið illa síðustu 3 árin. Það hafa náttúrulega orðið svakalegar efnahagslegar kreppingar í Finnlandi. Náttúrulega með fall Nokia að byrja á þessu, en síðan sérstaklega með lokun landamæran til Rússlands. Það var þannig að það voru yfir 500.000 Rússar sem að komi yfir landamærin árlega til þess að versla í Finnlandi. Þannig að verslun og þjónusta hefur byggðið afhróð vegna þess að þarna bara lokaðist á stóran hlut af fólk sem að koma yfir. Og þessi þurftu menn að bregðast við og þess vegna er alveg eðlilegt að það eru efnahagslega kreppingar og það er eðlilegt að atvinnuleysi hefur aukist. En það er líka heimatilbúin vandamál í Finnlandi. Ég rek fyrirtæki í Finnlandi og það var ofboðslega erfitt að reka fólk. Það er langur ferill. Þú þarft í raun og veru að segja öllum upp, bjóða öllum upp á viðtal. Þú mátt ekki ráða innan 12 mánaða aftur. Já. Öll lagalegu umgjörðin í Finnlandi sem er þeirra eigin löggjöf. Þetta er ekki einhver Evrópusambandslöggjöf, þetta er þeirra eigin löggjöf sem að var gerð dálítið á góðæristímunum. Hún gerði það verkum að flest fyrirtæki hafa haldið af sér höndum að ráða fólk til sín vegna þess að svo flókið að láta fólki fara frá sér aftur. Þannig að þóttu það sem er kannski uppsveifli við sumarið eða eitthvað gekk svona betur, þá hafa fyrirtækin verið að halda af sér að ráða fólk. Þess vegna er þetta mikið til heimatilbúin vandi. Finnarnir hafa átt að sjá þessu, hafa tekið á þessu og nú er búið að breyta löggjöfinni. Þannig að allavega fyrir fyrirtæki sem er með 50 eða færri starfsmenn, þá er þetta orðið auðveldara að reka fólk, en það er ennþá mjög erfitt fyrir stærri fyrirtæki. Þannig að hluti þessum stóru háum atvinnuleysistölum er vegna heimatilbúins vanda. Þannig að við þurfum stundum líka alveg að skilja samhengi hlutana en ekki alltaf bara fara út í þessar fulleringar. En þá komum við líka að því. Sko, þetta breytir nú samt ekki undirliggjandi atriðinu að þeir hafa ekki sömu sjálfstæð stjórn á sínum gjaldmiðli og það er hárrétt. Heldur yfir að stýra honum í Seðlabanka Evrópusambandsins þar sem eru teknar ákvarðanir sem henta ákveðnum hagsmunum þar, heildarhagsmunum mögulega en kannski bara einstaka hagsmunum stærri ríkja, öflugri ríkja, það er alltaf matsatriði en ekki séraðstæð í Finnlandi. Og það er hárrétt sko, en þá spyrir maður sig, er þá ekki betra að hver einasta ríki sem með sín eigin Seðlabanka sín eigin mynt? Þannig var það en ég er ekki lengur. Einhvern veginn hafa menn fundið út úr því að það var ekki gott kerfi. Luxemborg var með sín eigin mynt, Malta var með sín eigin mynt. Þau hafa all gengið frá þessu. Það séu nú alveg hagfræðingar sem haldaði fram að það væri betra. Þú veist, það hefur skipta skoðun á þessu hagfræðinni. Sjálfsögðu, alveg 100%. Ég held að sé nú ekki neitt sem við getum rætt sem allir eru sammála en það væri það mjög skrítið. Sko. En ég myndi þá bara spyrja líka á móti, Snorri, sko, þú veist, þegar allt annað er jaft, telur þú að sjálfstæði íslenska krónu samkeppnisforskot eða samkeppnishindrun fyrir íslensk fyrirtæki?
Það fer auðvitað eftir hvaða greinar þú ert að horfa á. Það eru auðvitað greinar á Íslandi og ángar atvinnulífsins sem í innflutningi og eru náttúrulega með allt aðra afstöðu til fljótandi gjaldmiðils en það greinar sem í útflutningi og það eru náttúrulega það eru hagsmunir sem held ég bara vegast á og hafa alltaf vegist á Íslandi. Samkeppnisforskot eða samkeppnishindrun. Ég held að það fari eftir á hvað sviðum þú ert að tala um þetta og eins og ég segi, eins og ég var farið við, sko, það eru ákveðnir ókostur við krónuna, þetta þeir eru löngu þekktir en kostirnir eru líka töluverðir fyrir sko almenning og fyrir stjórnvöld sem geta brugðist við. Síðan sömuleiðis það sem ég hef svona líka mér fundist þreytandi þessar umræðu er umræðan evruna og auðvitað vextina og verðbólguna og gagnvart sko húsnæðislánum að þar auðvitað hægt að benda á töluverðan mun á raunvöxtum þó að munurinn þegar þú ert komin niður í raunvextina sé ekki jafn mikill og þegar menn segja bara að þetta sé 6% af vaxtamunur, ég held að þetta sé nú nær jafnvel 2-3% í raunvaxtamun og það skiptir töluverðu máli fyrir heimilin maður gerir ekki lítið úr því en auðvitað eru vextir tæki í hagkerfi til þess að sko hafa ákveðin tilætluð áhrif. Þannig að þegar við erum með háa vexti hér þá er það meðal annars snúið að því til dæmis bara að stýra verði á húsnæði. Þannig að þetta ákveðin opinber verðstýring sem við bara lifum við og nútíma hagkerfi lifa við. Þessi verðstýring gagnvart húsnæði þegar henni hefur verið breytt þá hefur húsnæðisverð rokið upp rétt eins og gerðist hérna í faraldrinum þá fór húsnæðið að hækka ég man bara ég fjallum það í fjölmiðlum í sérstökum færslum að þetta var bara algjörlega yfirgengilegt, ég veit ekki hvort það hefur verið 15-20% hækkanir hérna á milli ára, einhver ár, ég þori ekki að fara með það, en mér rámar í mjög háar húsnæðisverðshækkanir hérna á milli ára og það var bara vegna þess að vextirnir fara niður, þannig að við höfum alveg þekking á því hvað gerist hér í hagkerfinu ef að vextirnir snar lækka, þá hækkar húsnæðisverðið og á það grundvöllurinn af því auðvitað bara framboð eftirspurn. Það húsnæðis skortur á Íslandi, það það mikið af fólki að eftirspurnin eftir húsnæði veldur því að það verður dýrt. Hvort að það séu háu vextirnir sem að bitna á fólki eða það háa húsnæðisverðið. Ég held að sé alveg hægt að ræða hvaða hópar hafa hagsmuni af hvoru og hvort hendar það ákveðnum hópum að hafa hærri vexti eða hærra húsnæðisverð. Ég held að séu bara mjög margir ángar á þeirri spurningu, en þú ert aldrei að fara að fá húsnæðið ókeypis, heldur ekkert fram að það verði ókeypis, en sko þú losnar ekki við grunnvandann sem húsnæðis skortur á Íslandi og þar komum við svo sem inn á fleiri þætti í málinu sem líka bara innflytjendamálin og ég náttúrulega hef reynda að halda þeim svolítið á lofti í þessari Evrópusambandsumræðu að sko þegar við tölum líka Evrópusambandi og hvers vegna ég hef takmarkaðan áhuga að ganga þarna inn þá ákveðin grundvallar hugsun auðvitað innan Evrópusambandsins og líka reyndar innan EES-samningsins að þetta sé allt eitt efnahagssvæði, þar að segja Evrópa, með 450 milljónum íbúa og að lögmál kapitalsins og markaðarins og þar að segja bara fjármagnsins og að þarfir fjármagnsins, svo má segja, eigi bara að vera svona drífandi afl og svo bara sjáum við hvar fólki lendir. Og það raun og veru hugsunin með efnahagsvæðinu, það að samþætta þessar þjóðir inn á eitt efnahagsvæði, þannig að ef það vantar ódýrt vinnuafl þarna, þá mun það bara hreyfa sig þarna. Hvaða áhrif hefur það á þjóðmenninguna á hverjum stað? Það verður að ákveðnu auka atriði í þessari spurningu og það svona mín helsta athugasemd við til dæmis bara EES hugsunina, ekki það að maður nú orðin helsti vörður EES-samstarfsins núna, en þess að þetta fólk vil fara út úr EES, þannig að núna er ég búin að skipta stöðu, en ég sem helsti talsmaður EES-samningsins á Íslandi, sko þarna en vinur Sáttl Vams segir, gerir þó ákveðnar athugasemdir við allan að grundvallar hugsun og sko og það þetta frjálsa flæði fólks að það eigi að vera algjörlega án takmarkana og þetta athugasemd sem ég hafði fyrir Evrópusambandsumræðuna og hef hana eftir að frjálst flæði fólks sé algjörlega sjálfsagt út í ystu æsar alveg án takmarkana og ég hef alltaf sagt sko að mín þjóðerniskennd og mín bara svona þjóðernisstefna og stefna fyrir Ísland miklu frekar að sko það ákveðið þjóðlíf hérna sem verður að halda sér í ákveðnum skorðum að mínu mati til framtíðar rétt þess að það hefur gert síðustu 1000 ár auðvitað koma innflytjendur og fara hverju sinni en það sem heitir á ensku mass immigration, það að segja svona stór streymi innflytjenda
ef að það látið viðgangast til lengri tíma án þess að menn reisi við í einhverja skorður, þá held ég að þú sért að hafa mjög neikvæð áhrif á þjóðmenninguna og þá segi ég, þá taka hagsmuni þjóðarinnar, þá verði að taka þá fram yfir hagsmuni kapitalsins sem eru þá að segja frjálst flæði, skipti máli, menn þurfa vinnuafl, það þarf að færa sig hingað, þú veist, þar ger ég örugglega ágreining við marga, sko, líka til þess frjálshyggjumenn sem ég rætt við, sko, sem segja bara, þú veist, opin landamæri eru hluti af frjálshyggjunni, þá segja þeir svona, jú, meðum kannski verðum hafa velferðarkerfin lokuð og svo framvegis og ég hægt alveg sammála því líka, en ég geri samt frekari mörk, sko, mér finnst að En þarna verðum við verðum líka dálítið á aðgarinn að, þú veist, þegar við tölum frjálsa för, þá náttúrulega stór munur á því hvort að það sé innan, eins og við erum í dag að hluta Schengen, hvort það sé frjálsför innan Schengen eða fyrir fólk sem stendur utan Schengen. Við njótum náttúrulega góðs að því að við getum flutt og keypt okkur hús á Spáni og stofna fyrirtæki hvar sem og fara í nám. Þannig við njótum góðs, auðvitað þetta give and take. En ég alveg sammálaður því og ég held að hafa allir alveg átt að segja því að þessi open border policy sem var komin, hún mistókst. Bandaríkjamenn glíma við sama vandamál og Danir og Svíar og Evrópabúar og það allir að taka til í þessu. Veist, það allir búin að átt að sjá þessu og það var náttúrulega stór breyting gerð í Evrópu núna 1. júlí 2026 þar sem var kom ný reglugerð miklu harðari eftirlit á landamærum fyrir fólk sem að koma utan Schengen. Við erum búin að taka upp þessar reglugerðir, við erum náttúrulega hluta Schengen og við erum hluta af Dyflinna samkomulaginu. Þannig við erum alltaf að taka upp reglugerðir. En við sitjum ekki við borðið, við höfum enga rödd þarna. En við tökum upp þessar reglugerðir og reglugerðin í Evrópu í dag orðin miklu harðari en hún var sem betur fer og þetta hefur áhrif hérna á Íslandi. Þannig að ég held að það sé að vera að vinna í þessu. Hins vegar verðum við líka alveg átt okkur á því að heimurinn á hreyfingu. Ég tók að sem dæmi núna þegar ég var með umræðu í Hörpunni núna helgina að 1994 þegar við gengum inn í EES, það árið sem að elsta dóttir mín fæddist og þá vorum við 267.000 Íslendingar. Núna erum við í dag orðin tæplega 400.000 og af því eru 70.000 sem eru með erlent ríkisfang. Þetta bara, svona heimurinn að hreyfast. 50.000 Íslendingar búa erlendis eins og ég sagði áður fyrir. Þannig að við erum hluti af alþjóðlegu samfélagi og þess þá heldur ég sammála Snorra að við þurfum að passa upp á okkar tungu, okkar menningu, eitthvað annað. En enn og aftur, þá tala ég bara minni eigin reynslu. Nú hef ég búið víða. Danir eru alveg jafnmikli Danir og þeir hafa alltaf verið. Þeir eru jafn stoltir af sínum fána, sinni drottningu og sinni sögu. Þjóðverjar, Frakkar, ég bjó í Englandi fyrir Brexit. Það engin munur þarna. Þegar ég var námsmaður í Frakkland og Þýskalandi fyrir 30 árum og þegar ég vann og starfaði þarna fyrir nokkrum árum. Þetta alveg sama tungumáli, sama menningin, sama sagan, en auðvitað þróast hlutirnir. Það meiri hreyfing á vinnuaflinu. Það var minni hreyfing áður fyrr. Við njótum góðs af því, en við þurfum líka náttúrulega að passa upp á okkar grunngildi. Þetta bara eitthvað sem að allar Evrópuþjóðir eru að glíma við og mér finnst það ekki sanngjarnt að segja með því að gangi í Evrópusambandi þá sé einhver hætt á því að við eitthvað þessu glatist. Ég segi bara þvert á móti. Ég held að þessi bara ná að styrkja enn frekur stóður það að passa upp á betur landamæra eftirlit og vera í góðu samstarfi við þessa nágranna þjóðir okkar þar sem við viljum sjálf geta ferðast frjálst Já, ég átta mig á því að þetta fer í báðar áttir, frjálst flæði og Íslendingar geta flutt út. Ég reyndar hef ég líka lýst á Alþingi að mér finnst óskandi að þessar tölur væri nær kannski 15 til 20.000 útlendingar á Íslandi og 15 til 20.000 Íslendingar í útlandum en maður ræður ekki öllu en eins og ég segi, ég hef alltaf sagt að ef þetta heldur áfram að vera eins og þróunin hefur verið síðustu ár þá verður við einhvern veginn að breyta hugsunni í þessu. En ég segi í sambandi við Evrópusambandið og innflytjendamálin þar að það hefur auðvitað verið ákveðin pólitískur raunveruleiki gagnvart þeim sem stjórna ríkjunum innan Evrópusambandsins að þeir verða að minnstakosti að láta sem svo að þeir séu að taka þessa þróun alvarlega bara vegna þess að almenningur í þessum löndum hefur bara risið upp og sagt hingað ekki lengra. Breytingar sem hafa verið gerðar til dæmis í tengslum við sem hún nefnir í sumarum að til dæmis að skapa ákveðna heimildi til þess að vera með svona svoköldu return hubs þar að segja að búa til svæði utan Evrópusambandsins til þess að
senda flóttamenn, förumenn, margvíslega innflytjendur sem koma inn í Evrópusambandið á ólöglegum grunni, fara með þá utan Evrópusambandsins. Þetta hefur verið umræða þó þessi samþykkt þarna, þá er þetta ekki komið til framkvæmda og þetta hefur verið umræða árum saman og mörg ríki hafa reynt að ráðast í þetta, Bretar hafa lengi verið að spá í þessu, Danir hafa lengi verið að spá í þessu, þannig að sko ef þetta gerist þá er það gott og ég hjartalega fylgjandi því að sko við Íslendingar það sem vel er gert innan Evrópusambandsins, ef að þeir gera það, þá getum við sannlega tekið það til fyrirmyndar eða orðið hluti af þeim kerfum bara á grundvelli Schengen. Hins vegar að fara inn í Evrópusambandið, það er að framselja til Evrópusambandsins ákvörðunarvaldi yfir málefnum innflytjenda, til dæmis í tengslu við hælismálin. Ekki alveg rétt samt. Við horfum nú bara á hvernig Ungverjar og Pólverjar tóku á sínum eigin málum. Þeir fengu mjög bátt fyrir. Þeir fengu bátt fyrir að hálfu Evrópusambandsins. Og auðvitað, þeir fóru ekki samkvæmt lagana bókstaf, en þeir fóru samt sínar eigin leiðir, þannig að það er ákveðið sjálfstæði en þá í gangi þarna og þessi nýja reglugerð sem að heitir Migration and Asylum Pact. Hún herðir á þessari samræmi skimum, ytri landamæra, hraðmeðferð hælisumsókna, þeir eru með þessa Eurodax-skráningu og endursendingar. Þannig að þetta er allt saman í þessu og við erum hlutað. Svefn og heilsa, mjúkvöru dagar, lög og rúmföt 20-50% afsláttur. Er það bara verið að gefa þetta? Já, þetta er mjög stórt. Heilsurúm, stillanlega rúm, mjúkadeildin. Já, mjúkadeildin. Húsgögn, smávörur, allt þetta á Svefn og heilsa. Hvet ykkur til líka til að fylgja þeim á samfélagsmiðlum og svefnogheilsa.is. Ég líka, en annars sko, þú veist að því að þegar ég valdi mitt rúm, þá hafði ég einmitt ágjur að þegar mjúkir dagar, langar mig að taka fram að rúmið mitt sem ég valdi væri ómjúkt. Þetta var vinsælt rúmið og sérfræðingur sem að leiddi mig gegnum þetta, hann sagði, Leifur, þetta er rúmið þitt, bara svona byggt á því sem þú sagt mér og hvernig bakið þér er og annað. Það var þetta rúmið sem þú þarft. Ég sagði, ok, prófum þetta. Lét slagstanda. Þetta viti menn. Þetta var akkurat það sem ég þurfti. Það ekki? Jú. Mango Man, þeir eru þetta í Kringlunni og... Ég ætlaði að spyrja, hvað kostar að fá tíman hjá Olgu og hvar bókaði það? Sko, venlega myndi ég segja að þú vilt ekki vita, en málið er að þú vilt vita þegar það er serum. Og það skiptir ekki máli hvað gjaldmiðlið er, hvort sem það er íslensk króna, norsk króna eða evran. Og við höfum full yfir á því. Þetta er bara núl, sama hvernig á það er litið. Og þú, ég ætla bara að segja að þú bókar tíma hjá Olgu á Mango, núna, sörtsa bara Mango eða Olga held ég, þá kemur það. Já, það er málið og það er gríðavert magna af flottum fötum hana. Það er líka ansi gaman, ég valdi ekki að gera þetta fyrsta sinn núna, koma í búð utan opnunartíma og fá svona, maður líður sem að sé eitthvað kall, sko. Kringlukráin, steinsnar frá Mango Man í Kringlunni, hvort sem þú kemur í kaffi, hádægisverði eða kvöldmatt, fund eða veislu, þá leggja þeir sig auðvitað fram við að veita persónulega þjónustu og skapa eftirminnilega upplifun og það er engin vafi á því. En þá segi ég, don't smile because it's over, smile because it happened. Þá veit ég hvorum flokkinn þú tilheyrir. Ég er alltaf það. En það sem ég veit er að hvort sem fólk er glatt í bræði eða niðurlútt þegar það kemur út af Kringlukráni er að upplifun var góð. Já. Og við erum hlutað. Og við tókum nú mikla umræðum þessar breytingar núna bara í sömarinn í þingi að við vorum að innleiða þá þann hluta þessar breytingar sem við erum skuldbundin til þess að innleiða samkvæmt EES, en svo var annar hluti sem var bara fyrir ESB. Þannig að þá sá maður frekar skýrt munin á því verið í EES og ESB gagnvart þessum flóttamannapakka að við þurfum að gera ákveðna breytingar og þetta voru svona fyrst og fremst kerfislegar, tæknilegar breytingar sem við vorum að gera, en síðan var annar hluti sem var ESB-pakkin sem að þau ríki þurfa sannlega að taka og þar voru meira þess að þingmenn Viðreisnar sem sögðu fullum fautum að þetta væri ekki okkar hagsmunum, þetta væri ekki okkar hagsmunum að taka ESB-hlutan upp. Hann felur til dæmis í sér þetta nýja kerfi þar sem að Evrópusambandið er þá komið í þá stöðu að það úthlutar þér annarkvort flóttamönnum eða sektum. Þannig að þá bara annarkvort senda þér til menn samkvæmt einhverju skipulagi sem þeir eru með eða þá að þú þetta borga í staðinn. Þetta er samt ekki alveg svona, Snorri. Þetta er svona? Nei, sko, þú veist, Evrópa er með, í Schengen er við bara með sameiginleg landamæri og þegar einhver flóttamaður kemur með Norrænu til Seyðisfjarðar, þá er það jafn mikið vandamál Íslands eins og bara samfélagsins fyrir austan. Þannig að þá er sagt, hérna komur flóttamaður, við þurfum að sinna þessu starfi okkar og þá er það tekið á því þá bara borgar íslenska ríki þann kostan sem það kostar að senda þann mann í burtu. Þannig ef eitt ríki fær fjölda fólk til síns vegna landfræðilega legu þess
að þá hafi hinríkin sagt, það kannski sanngjarnt að við deilum þessum kostnaði niður. Þetta sé ekki bara vandamál Grikklands, að því Grikkland með þessa landfræðilegu stöðu að vera við hliðin og hinnum ríkjunum. Þannig að þú veist, þetta ekki alveg þannig að við bara, fáum einhvern reikning að fáum einhverja menn senda. Þetta ekki svoleiðis. Já, en það samt eiginlega grunnurinn að því sem þú líka að lýsa sjálfur, en sko þetta kerfi virkar með ákveðnum hætti og það algjörlega hægt að fara í gegnum það og sjá það að það snýst að annarkvort taki menn við fólki eða greiði inn í ákveðin sjóð. Mín athugasemd þessi, við Íslendingar erum hérna eyja lengst út í hafi. Við höfum allar forsendur til þess að gæta okkar landamæra og bara setja okkar eigin mörk það hverjum við tökum við. Við tökum ekki við hælisleitendum sem koma hingað og sækja eins og við höfum lagt til að við tökum upp. Við bara hættum því. Lokum því kerfi eins og það í núverandi mynd. Það væri mín skoðun, en það innan Evrópusambandsins væri ekki neitt sem við værum að fara að gera í raun og veru. Sömuleiðis bara vegna þess að þeir eru bara búin að búa til ný og ný kerfi utan að hvernig þetta kerfi á að vera í stað þess að bara í raun og veru láta af þessu. Það alveg hægt að taka við annarkvort kvótaflóttamönnum eða bara ákveða að taka við 10 frá þessu landi, 20 frá þessu landi en að vera með opið hér, þannig að menn getur komið hingað og sótt Ég held að það sé enginn að tala það, Snorri. Ég held að þarna sé við erum alveg grunnum sammála. Þú veist, ég sammálar í einu öllu með þú veist, smæð okkar, landfræðilega og allt þetta, að bera að passa upp á þetta. Sammála því. Maður bara þá koma inn, þú veist, menn átta sig í lífinu, hvort sem það fyrirtækjarekstri eða bara heimilisbókhaldi eða hvað sem að stundum gengur vel og stundum gengur aðeins illa og þá þarf maður að taka á hlutunum. Evrópa hefur alveg, og það réttmætt gagnrýni, hefur aðeins dregist aftur úr samkeppnisforskotið vegna og flókina reglugerðar og þeir hafa sagt hvernig þurfum við að laga þetta. Það virðist hins vegar, við skjóta inn í að virðist vera mjög erfitt að því meiri segja Ameríka og Ísland hefur nú reynt að nota keðjusjóðsleggju til þess að berja niður báknið en gengur illa, það virðist eins og embættiskerfið passar nú alltaf upp á sjálfsíkt en það kannski önnur umræða og nú misti ég alveg þráðan hvað eru komin að taka til hjá sér sko, þú veist að þess vegna var til þessi marg umrædda Draghi skýrsla hún fjallar náttúrulega það hvað Evrópa þarf að gera til þess að komast aftur á beinubrautina. Þú veist að því að það ekki til lífinu línuleg bara lína upp á við. Þetta alltaf svona bylgjur. Og Evrópa var svo sannarlega aðeins komin niður á við. Hvað var það samkeppnisforskot og hvað var það marga mælikvarða. Þannig að það var búin til þessi skýrsla og nú eru menn að fara eftir henni. Og mér finnst það mjög athyglisvert að fylgjast með því. Það til síða, það getur bara flett henni upp, heitir Draghi Watch. Og ef þið skoðið hana, þá eru þar 383 tillögur Draghi skýrsluðar umbætur. Og þar kemur fram að það eru ákveðin margar, held að séu 60 sem búið að framkvæma, það einhverja 90 sem komnar áleiðis, það 41% af þessum tillögum sem búið að taka á og annarkvort búið að innleiða eða eru í innleiðslu. Þannig að menn eru alltaf reyna átt að sjá því hvernig getum við gert gott betra. Ísland bjó til hina frægu McKinsey skýrslu 2012, þar sem við fórum nú aldeilis yfir það hvað við vildum bæta hér. Það hefur því miður ekki gerst mikið þar. Þannig að enn og aftur, þetta kannski aftur sem að drögum okkur að því að án við förum alveg út í alla tæknilega atriði að þetta einn stór heildarsýn. Við munum gefa eitthvað eftir, við munum fá eitthvað annað í staðinn. Mér finnst það bara ábyrgðarleysi að kanna ekki til fulls hvernig þessi endalegi samningur myndi líta út. Hvað það sem að við fáum, hvað það sem við þurfum að gefa eftir og þar förum við enn og aftur tilbaka í umræðina vexti og verðbólgu því það sem okkur gengur verst að aðlagast. Nú voru stýrivextir að hækka. Það aldrei neitt standi í þessari skýrslu vexti og verðbólgu. Og það hárrétt. Í samningnum. Það hárrétt. Enda ekki þannig þegar ég sameini 2 fyrirtæki að það stendur í samningunum hversu mikið samlegðin verður. En menn eru búin að rekna hana út fyrir þannig að þegar maður gerir samruna áætlun 2 fyrirtækja þá eru menn búin að rekna það út sjálfur. Af hverju eru við að þessu? Jú, það að því að við sjáum fram á hagræðingu, við sjáum fram á samlegð. Og samlegðin og hagræðingin stendur aldrei í SPA samningnum. Hún afleiða samningsin sem menn eru búin að rekna út. Þannig að mér finnst það líka Snorri, ekki alveg gott að segja, heyrðu, þetta stendur ekki í samningnum. Auðvitað stendur þetta ekki í samningnum. En ef við ætlum að búast við samlegð, ef við ætlum að líta á allt sem fyrirtækjarekstur, sem náttúrulega ákveðin leið til að líta hlutina, þá sé ég ekki samleiðina fyrir Ísland að vera að stækka kerfið hérna til þess að mæta Evrópusambandið. Það ekki beint samleið, það ekki
miklu frekar bara að báknið blási út hérna til samræmis við Evrópusambandið eins og boðað Það var ekki gott ef svo væri. Nei, en það er það sem liggur fyrir að opinbera kerfið þyrfti að stækka til þess að mæta skrifræðinu. Þá ber ég bara enn og aftur saman þær þjóðir sem hafa gengið inn og ég horfi bara á hvernig þeim hefur vegnað. Og það ég finn því miður engin fordæmi þess að einhver hefur gengið inn í Evrópusambandið og vegnað verð. Og ef það staðreyndin, þá það mjög sérstakt að það ætti einhver önnur lögmál ætti að eiga sér stað hér á Íslandi. Við erum enn að tala það hérna, núna eru kjarasamningar í lausu lofti. Og við erum komin í þetta höfrungarhlaup, við erum komin í launahækkanir sem að leiða til þessi verðbólgu. Við erum á sama stað, við erum alltaf. Af því við breytum aldrei einu. Já, en til þess að fara inn í evruna þá þyrftum við náttúrulega að vera búin að taka til í þessu alveg rækilega. Og það er hárrétt. En hvernig gerum við það? Það er náttúrulega stór munur hvort við gerum það ein eða hvort við gerum það með stuðning Evrópska seðlabankans. Og það er það sem að liggur grundvalla munurinn í því. Já, ég held samt að verkefni sé það sama í grunninn þó að menn séu í samstarfi við einhverja aðra, en annað í þessu sem ég myndi nefna í tengslu við Draghi skýrsluna, þó að maður sé auðvitað eins og margir konum með nóg að ræða Draghi skýrsluna, en sko ef þú horfir á vanda Evrópusambandsins og þennan fjölþætta vanda sem er viðurkenndur í svona skýrslum, þá er náttúrulega meðal skýringa og meðal orsaka sem menn nefna auðvitað að þeir séu ekki nú að fljóta að hreyfa sig. Og hvernig verður fljótur að hreyfa þig í svona stóru ríkja sambandi? Þú í raun og veru ryður hindrunum úr vegi, þannig að það sé ekki alltaf einhver óþekktar angi sem segir nei og þú þarft að endurskoða allt og byrja að gera allt upp á nýtt, þannig að þú getur ekki farið í gegn með neina löggjöf. Og hvernig verður fljótur að hreyfa þig? Þú kemur í vekk fyrir að þessi óþekktar angi segir nei. Ef það er eitthvað ríki eða tvö sem leggjast gegn einhverjum umbótum svo þetta reyna að fara í, þá ertu of lengi af stað. Þetta er hluti vandans sem er lýst í öllum athugunum á vanda Evrópusambandsins, að það er raun og veru skorti upp á samruna. Það skortir upp á samþættingu þannig að í raun og veru neitunarvaldið er orðið í mikið af þessari ákvarðanatöku, orðið ákvörðun sjálfstæðu vandamáli. Og jafnvel menn eins og Draghi og fleiri sem eru á þessu sviði eru að segja bara við þurfum að vera það er orðað á marga lund, sko. Það er annarkvort samþættinga samruni, samruna þróunum þurfa að vera meira, eða þá hreinlega að þetta þurfa að vera sambandsríki með bara yfir þjóðlegt almennilegt vald til þess að bara taka ákvarðanir óháð því hvað aðildarríkjunum finnst hverju sinni, eða svona sífellt óháðara því hvað aðildarríkjunum finnst hverju sinni. Þannig að það er á meðal lausna við vanda Evrópusambandsins er aukin samruni, að renna saman í eitt ríki. Þetta er ekki eitthvað leyndamál, þetta er ekki eitthvað leynihugmynd, heldur þetta bara hugmynd sem að margir tala hreint út fyrir. Ég er ekkert að segja að það sé meiri hluti fyrir henni einmitt núna, en þetta er hugmynd sem að menn tala alveg tæputungulaust fyrir, meðal annars maðurinn sem að Viðreisn fékk á landsþingi sitt, Guy Verhofstadt, hérna fyrir árið. En enga síður þá þurfa allar þjóðir Evrópu að samþykkja ef slík breyting ætti að sér stað. Og þetta er að sama með þess að varalegur sérlausnir okkar, að ef þetta er sett inn sem frumréttur, þá þurfa allir að samþykja, meðal annars þjóðin sjálf. En það sem ég er að venda á er að sko, ef að þetta er lausnin við vanda Evrópusambandsins, að þessu fljótar að taka ákvarðanir, aðildarríkin þurfa að hafa aðeins minna hverja ákvörðun að segja, versus það bara að miðstýringin þarf að aukast. Ef við vitum þetta fyrirfram, og við vitum fyrirfram að til þess að sko, vandamálin leysast inn í þessum klúbbi sem við erum að reyna að fara inn í, þá þurfum við í raun og veru bara að horfa upp á minna og minna ákvörðunarvald á hverju sviði, þá finnst mér mjög skrítið að fara þarna inn í raun og veru þegar við höfum bara okkar sértæku hagsmuni og okkar sérstöku hagsmuni í stað þess að þurfa að kæra okkur inn í þessi vandræði Evrópusambandsins núna í bráð og lengd, að segja það frekar bara já, við erum bara í þessu djúpa Evrópusamstarfi nú þegar, EES-samstarfið, mjög djúpt og við erum algjörlega inni á þessu markaði, við erum með þetta fjórfrelsi sem margum talaða, við erum sömuleiðis í þeirri stöðu að við getum gert okkar eigin utanríkissamninga, hvort sem það við Kína eða bara haldið okkar samskiptum við Bandaríkin eins og þau eru, að sko að fara inn í Evrópusambandið sem er komið í þennan djúpa vanda sem verður ekki leystur að mati margra nema með auknum samruna, þá bara skilji ekki nákvæmlega hver punkturinn er vegna þess að þá verður bara þróunin þarna þegar við förum inn augljóslega okkur á móti skapi og þegar maður hugsa bara eins og ég nefndi flóttamannamálinu og innflytjendamálin að þá þarfstu náttúrulega svolítið bara að spyrja þig hvernig ríkin hafa verið að nálgast það er engin
það sko, Evrópusambandið ekkert að fara á eftir Spánverjum fyrir að hafa verið að opna fyrir að hafa verið með svona kerfisbundnar lögleiðingar stórra hópa milljóna jafnvel af ólöglegum innflytjendum sem þangað eru komnir sem þá augljóslega fá ákveðin dvalarrétt innan Schengen, ekki hann fyrst staðbundinu Spán, en þetta náttúrulega eykur líkurnar á að þessir ólöglegu innflytjendur rati síðan inn á restina af kerfinu. Það hafa alls ekki verið miklar mótbárur af hálfu yfirstjórnar Evrópusambandsins við þessu, með að við hvernig þeir hafa til dæmis farið með Pólverja eða Ungverja þegar þeir hafa reynt að vera sjálfstæðir í sínum innflytjendamálum. Þannig að þá sér maður hver hugsunin er að við refsum fyrir þetta en ekki þetta. Og það er bara, ég meina, eins og segi, ég held að við höfum miklu betra að því. Og ég segi alveg einlega, ég held að við höfum miklu betra að hafa okkar alþingi, okkar stjórn á innflytjendamálum til lengri tíma, getum bara tekið okkar ákvörðunir, hreyft okkur hratt, í stað þess að vera alltaf að bíða eftir að upp á von og óvona Evrópusambandið batni í sinni nálgun, sko. Já, það sko, við munum alltaf eiga okkar alþingi áfram. Það er hvert einasta land sem er í Evrópusambandinu með sitt þing og það breytist ekki neitt, sko. Þetta er alltaf þetta með að vita fyrirfram hvað mun gerast. Það eru ógnanir og það eru tækifæri. Og svo það maður að vega og meta hvaða ógnir eru og hvaða tækifæri eru og hvort sé betra. Það er eina sem ég er að biðja um. Ég er að biðja bara að gera svona SWOT greiningu á þessu, horfa bara hver er tækifærin fyrir okkur, hvað þurfum við að gefa eftir og meta síðan heildarhagsmunum í þessu. Og ég held að við þurfum að stíga stundum aðeins til baka að sko, þetta verður oft svo rosalega stórar umræður og það verður svo mikið sko að mati margra og þessi sérfræðingur og eitt sérfræðingur sagði hitt og þetta. Sko, á endanum er það þannig að allir 450 miljón mann sem búa þarna inn í Evrópusambandinu hefur vegnað betur. Það eru til fullt af röddum sem eru andstæðingar og en meiri hlutin er samt hrifnari af þessu fyrirkomulagi heldur fyrirkomulaginu sem var. Grunnurinn er náttúrulega 1951 með stofnun Kóla-Stálina sambandsins er einnig að loksins að búið til frið í Evrópu og það er nú aldrei tekist vel. Þannig að við getum allan að sammælast það er gott fyrir Ísland að Evrópu vegna vel og það sé friður í Evrópu. Ég er mjög hrifinn af því, já. Þannig að þar erum við náttúrulega sammála. Eigum við að vera með í allri vegferðinni, það er eitthvað sem við þurfum bara að vega og meta hverju sinni, hvort það sé hagstætt fyrir okkur eða ekki. Ég held að fyrir hinn almenna kjósenda þarna úti sem er kannski að hlusta á okkur og er að pæla hvort henni segja já eða nei, þá segi ég enn og aftur, þetta er lang hlaup. Það breytist ekkert að mótni 30. ágúst, ekki nokkuð skapaður hlutur. Þetta er langhlaup og við erum oft aldrei lélegi því Íslendingar. Það er nú eitt af því sem ég er oft gagnrýnt. Það er að gera langtíma strategíu. Við erum ofboðslega góð í það bregðast við og redda hlutum. Þar eru við alveg snillingar. En við erum ekki eins góð þegar það kemur að hugsa til langstíma. Og ég held að við þurfum að horfa á þetta aðeins til lengri tíma heldur en bara rétt hvernig staðan er akkurat núna. Eins og segi það sá það enginn fyrir sér fyrir 10-15 ára síðan að Finnland myndi fara í NATO, síðan breyttist heimurinn og Finnland fór í NATO. Þetta var alveg óhugsandi fyrir 20 ára síðan. Það er margt sem að breytist og við þurfum bara að horfa til með langtíma strategíu á þetta, hvaða áhrif hefur þetta á bara hinn almenna borgara. Og ég tel að það sé þessi virði í ljósi þess hvernig vaxta og verðbólgu hlutirnir hafa þróast hér á Íslandi síðustu 100 árin. Þessi örmynd okkar, íslenska krónan, fyrir mér er hún stærsta vandamálið og ég myndi mjög gjarna vilja að við kemist út frá íslensku krónu því að bara fjármagnskostnaðurinn er allt og mikill. Og þetta hefur í för með sér að vaxta og sprótafyrirtæki á Íslandi, þau byrja kannski hér en svo enda þau úti. Það var nú mjög flott grein hérna fyrir Egil Almar, ég veit ekki hvort þið hafi lesið hana flest íslensk sprótafyrirtæki eru skráð í Delaware í dag. Fyrirtækin byrja hér og svo leita þau út af því þar fáðu fjármagnið og þar fáðu náttúrulega fjármagn, erlent fjármagn vegna þess að menn vilja ekki fjárfesta í íslensku krónunni. Þetta er bara staðreynd. Evrópusambandsfyrirtækin eru líka skráð í Delaware, sko. Já, mörg þeirra, þannig að þetta er vandamál, sko. Og nýsköpun þar hefur ekki verið upp á marga fiska. Hún er samt sem áður, sko, ef maður horfir á að því að hann tók þannig einmitt saman aftur þess að við nú hans verið fylgjunum að agli, það er mjög flott greiningar hjá hann hvar við erum til dæmis
í röðin í þessu nýsköpun og það náttúrulega Bandaríkin og Singapúr og flestir 1, 2, 3, 4 en Svíþjóð kemur þetta inn nummer 6 og svo raða Evrópuríkin sér á þessum lista og Íslandi nummer 36 þannig að við erum langt og eftir samt Evrópuríkjunum sko, bara til þess að vera hreinn og beit með það sko. Já, en við erum með samt okkar og ég veit ekki hvernig þessar atvinnunar eru gerðir en við erum alltaf með okkar hátækni iðnað og okkar hátækni iðnað í tengslum við og til hliðar við sjávarútveginn og það auðvitað okkar stóra sérstæða sjávarútvegurinn og eitt af því sem við tölum þegar við tölum að fara og kíkja í hérna pakka bara og það ástæðan fyrir að maður gerir athugasemd við þá nálguna því það alltaf talað eins og það sé bara algjörlega opið ferli og það sé bara allt upp á borðum en það eru bara ákveðin hluti sem við vitum algjörlega verða hluti þessum pakka, það sameiginleg sjávarútvegsstefna sem sko framsal okkar á ákvörðunarvaldi yfir megin þáttum í okkar helstu atvinnugrein sem hefur verið forsendan fyrir sjálfstæði Íslendinga. Já, ekki þær sem verða varalegar hérna. Þú veist, þarna náttúrulega, þetta risamál. Já, en við förum inn í kerfið og þeir taka yfir þetta, þeir eru með engavalda þessu sviði. Það nú samt þannig að eins og þú veist, þetta byggist náttúrulega á fiski sögu. Ég ætlaði reyndar líka að bregðast við. Ég ætlaði ekki að fara í það en ég ætla að fara yfir sko í sambandi við lífskjöruna þú ert að tala aftur, evruna og krónuna. Sko lífskjörin á Íslandi eru með því besta sem gerist í öllum heiminum þannig að þegar við tölum þessum léleg í langtíma áætlun og öðru eins það var nú samt eitthvað verið að virka mjög vel hérna á 20. öld og núna á 21. öld. Lengi má gott betur gera. Ég alls ekki að tala niður hvað allt hefur gengið vel. Ég alltaf bara að horfa á sem að maður gerir í öllum rekstri. Það alltaf að segja alveg saman hvort það gengur vel eða illa. Hvort sem að það í einkalífinu eða í fyrirtækjarekstri, þá maður alltaf að horfa á það, getum við samt gert, hvernig höldum við áfram á þessari sömu braut, hvernig getum við gert gott betra? Já, og ég eins og segi, mín skoðun svo að til dæmis, ef við horfum til dæmis á húsnæðismálin, að þegar við erum að tala um vextuna og verðbólguna, þá óvíða jafn hátt hlutfall einkaeignar á fasteignum. Það bara vegna þess að fasteignir hérna, eins og vorum að tala um, þegar þú ert með lægri vexti, þá verðið þá í staðinn óaðgengilegt, þannig að sko, þetta ekki alveg rétt samt, þetta sko ástæðan fyrir þessu. Þegar við erum að tala um Evrópusambandið, að láta eins og þetta sé grundvallalausn gagnvart því að kaupa húsnæði, mér finnst það bara ekki rétt. Sko Snorri, allir hafa fest sparnað sín á Íslandi í steypu gegnum árin. Það þýddi ekkert að leggja þetta inn á bankabók því þá bara rýrnuðu peningarnir út af verðbólgunni. Það hefur heldur aldrei verið hefð á Íslandi fyrir því að búið til sparnað, hefur aldrei verið hefð fyrir því að fara inn á hlutabréfamarkaðinn. Allur almenningur hefur fest allt sitt sparifé í fasteignum. Þess vegna erum við svona hátt hlutfall af séreignum á Íslandi því þar sem fólk geymir peningin sín. Já, ég meina, en við erum samt með, ég meina, og reyndar erum við með, við horfum á lífeyriskerfinu okkar, við erum með miklu betur fjármagnað lífeyriskerfi en víða annar staðar. Þannig að sko, þessi atriði þótt að hlutabréfa eign per se sé ekki eins mikil, það eru samt algjört húsnæðisöryggi í þessu og sömulegis lífeyrin í sko margfalt betri stöðu en þær Evrópuþjóðir sem að við myndum síðan vilja fara núna inn í skuldabandalag með til þess að reyna að djöflast í að fjármagna það sko. Við erum náttúrulega ekki að fara að fjármagna hérna lífeyriskerfi eins annars land. Við munum borga með okkur inn í Evrópusambandið. Sko, þarna komum við enn og aftur að þessu, þá kemur þessi umræða fullveldið og svo byrja menn á því með hræðsluáróð það hvort við séum nettó greiðendur en nettó þiggjendur. En það hræðsluáróð, er það ekki bara reikningsdæmi út frá þeim reiknireglum sem að Evrópusambandið vinnur eftir? Sko við borgum öll skatt á Íslandi, við okkar sem erum að vinna og við erum nettó greiðendur, við sem erum bara í venjulegri vinnu og borgum okkar skatta, en við fáum eitthvað annað í staðinn. Þannig að það kannski erfitt að reikna nákvæmlega út hvað ég fæ nákvæmlega í staðinn fyrir þessar skattgreiðslur mínar. Ég fæ náttúrulega aðgang að samgöngum og heilbrigðiskerfi og menntakerfi og öðru slíku, en hvernig þú reiknar að nákvæmlega út, það getur verið dálítið flókið. Innri markaðurinn, þetta ástæðan fyrir því, maður spyr sér þá líka, af hverju eru Evrópuþjóðir að samþykkja að taka inn þjóðir sem verða klárlega nettó þiggjendur? Það vegna þess að þeir sjá hagsinn í því að stækka innri markaðinn. Þá verður meira svigrúm fyrir fyrirtækin og iðnaðinn og þjónustan í því landi að efla sig og þar lendi fá þau hærri tekjur, borga inn til sín þjóðfélags í skatti. Þannig að þetta hringrás.
þannig við getum ekki alveg stilt þessu upp sko, þá voru alltaf komin út í Brexitið þú manns hvernig Brexitið var, þegar rauður rúturnar keyrðu England með þessu stóru fyrirsagnir að hvað England var að borga mikið hverju viku og Brexit var mjög margþætt og hræddu fólk dálítið út í það að segja, herði, þau erum að borga allt og mikið, hvað fá við í staðinn, það var aldrei talað um það. Nú sjá Bretar mikið eftir í að hafa farið út. Ég held að það sé ekki algild afstæða og ég held að Bretar það er ekki algild afstæða og vandinn í Bretlandi hafi ekki síst verið til dæmis á sviði innflytjendamála að þar tók við bara einhvert fyrringar ástand í innflytjendamálum eftir útgöngu úr Evrópusambandinu. Það var ekki vegna útgöngunar úr Evrópusambandinu, heldur bara vegna ákvarðana stjórnmálamanna þar. Já. En sko og svo var þetta bara Brexit augnablik auðvitað miklu flóknara augnablik að mörgu leyti en oft látið veðri vaka. En í tengslum við sko heildagreiðslunar og nettogreiðslunar þá þetta punkturinn að við greiðum sannarlega þarna einhverja 50 milljarða inn á ári samkvæmt þessum reiknireglum má miða við versus það að við gerum okkur þá vonir að þetta skili sér til okkar með einum öðrum hætti, hvort sem það í styrk vegna þessa samgönguverkefnis eða einhvers annars og ég ekkert endilega sannfærður að það sé besta nálgurinn að borga þeim og sjá svo hvernig þau miskunna sig yfir okkur með að borga fyrir okkur í staðinn og í staðins að taka þá bara ákvörðunina sjálf eða þá að láta þetta sjálfsafla fé íslenskar skattgreiðenda bara verða eftir hjá skattgreiðendum en sko, þessi 50 milljarðar þeir verða einhvers staðar sóttir og það þá bara með frekari skattahækkurum og meiri skattbyrði á það liggur náttúrulega alveg ljóst fyrir enn og aftur að við verðum bara að vera aðeins raunsær við verðum bara að horfa á hvernig Evrópa í dag. Það eru þjóðir, allar eru að greiða inn að sameiginlega sjóð, bara eins og við gerum fyrirtæki greiða sín skatt, einstaklega greiða sín skatt. Þetta fer einhver sameiginlega sjóð og svo svo útlutað. Við greiðum inn og fáum eitthvað annað tilbaka. Þetta ekkert öðruvísi. Það engin umræðan einstæðar það að þetta kerfi sé eitthvað þannig að það eitthvað ákveðin lönd sem bara að borga brúsan fyrir hina. Við verðum að horfa á þessu samleitni líka. Við erum í sama báti hérna. Slík umræða hefur samt reyndar mjög reglulega komið upp í stóru ríkinum og í ríku ríkunum. Auðvitað kemur þessu umræða alltaf en þú kemur upp í heima líka erum við að borga á mikinn skatt ríkið að fara vel með peningunum og það stöðu þessi umræða á sér stað allstaðar og hún á mismunandi sviðum þess vegna eigum við hana núna fyrirfram Evrópusambandið og sjáum hvort þetta gagnist okkar og það bara ein leið til þess að komast að því Nei Þannig tapaði ég Krónan það eru okkar menn við erum auðvitað með Skanna og Skunda þeir eru brautriðandi í þeirri lausn Skanna og Skunda, Skundalistinn þeir eru komni langt að undan sinni samkeppni hvað var að notkun á gerfugrind þú getur fundið vörurnar í appinu ef þú nennir ekki taka fleiri og fleiri hringingum í búðina þannig það bara Krónan Íslandsöður, Skúli Hrafn tekið við skútunni Herru til hamingju Skúli Framkvæmdastjóri Íslandsöða já, þar öflugt teymi með gríðarlega mikla reynslu og skýra metna til að sækja fram á sjóðstýringamarkanum og svo þetta reglulegur sparnaður mann svona að því að ég skil vel að einhverju svona séu orðin samdöuna sem hlusta á þetta að því að skilabóðin eru alltaf keimlík punkturinn að við eigum að vera í reglulegum sparnaði það á ekki bara við suma það eiga bara allir að vera í reglulegum sparnaði þú fær 25% afslátt af kostnaði við kaup í Íslandsbanka appinu og í netbankanum en þú fær 100% afslátt þegar þú skráir í áskrift í netbanka í Íslandsbanka Þetta talandu Zero, það er Zero þess að þeir eru að fara í sjóðina sko Íslandssjóður Orka náttúrunnar, næst stærsta orkufyrirtæki landsins og nýta jarðhitann til að framleiða rafmagn og heitt vatn í sátt og samvinnu við náttúruna og það er alltaf gaman þegar maður að keyra helliseiðina að taka þeirna Sayonara eða taka hermanna kveðuna ég mist gaman að því að ég veit hvað að tala þegar einhver að hlaða hjá honna Nei, þegar ég að keyra helliseiðina á leiðinni til Selfoss Já, en ég gera það líka þegar ég sekundur að hlaða hjá hon sko. Já, það er bara akkur þessi góður að hilsa mér að hérna er að nota hon Já Nesja var allavega virkinu þetta alltaf á sínum stað og svo er einhver að svo Andakilsárvirkuninni Já, er minna að tala um hana Já, það er The one that got away Það er mannvirki sko Já Þannig að, en þeir eru með puttana á púlsunum og þegar maður er að tala um orkubyrkir og orkumál þá eru við þetta mjög framalega að nýta hana en ég held við getum gert enn betur og það er fullt af tækifærum og Origo Should I Stay Or Should I Go or Should I Go Origo er með forskot þegar kemur á tæknilausnum og nýtingu orkunar þeir eru hugbúnaðarhús með gríðarlega sérfræði þekkingu ég er reyndar ekki vissum að þið myndi vilja láta titla sig sem hugbúnaðarhús af því að þeir eru með svo víðtæka starfsemi Ég myndi bara, eins og ég sagði held ég í einhverjum öðru þetta er bara þekkingarhús Já, powerhouse, eða íslenska orðið við það þekkingarhús kannski
Já, datalab auðvitað glæsilegir og já, gríðalegt magna af árangursum. Og eins og við bara talaðum á hann, framþróun í tækni, gervigreind, sjálfvirkni, væðing og annað, ekki spara og ekki reyna að gera þetta sjálf, láti bara orgu að gera þetta. Já. Þannig að, Jónas, bara að þú komst inn á rauður rútunar í Bretlandi, sko, við höfum þetta séð núna á öllum strætóskildi landsins, 50 milljardar ári til ESB, nei takk, minnir þetta þig á það? Já, ég var í Bretlandi þetta átti sér stað, þetta bara nákvæmlega sama herferðin. Og ég á erfitt með að skilja áfram Ísland. Eins og ég sagði í byrjun hérna, það voru til 2 samtök. Það voru til samtök sem sögðu já, Evrópuhreyfingin, og það var til samtök sem sögðu nei, sem var heimsýn. Svo kom áfram Ísland og sagði líka nei. Af hverju gengur ekki bara inn í heimsýn? Ég skil ekki þennan áróður sem á sér stað þarna með þessa 50 milljarða eins og þetta bara sé einhver peningur sem að hverfi út í einhverja hítu og við fáum aldrei neitt tilbaka af þessu. Þetta virkar ekki þannig. Þetta hræðslu áróður og mér finnst erfitt að þurfa alltaf að vera í sem hræðslu áróður og ég sjálfur að lenda í því hérna, nú kem ég bara hérna heim sem bara venjulegur Íslendingur. Mér hefur vegnað vel hérna viðskiptalega séð, já, það ekki bara gott? Ég fór út og stofnaði fyrirtæki og stofnaði víða og seldi það og hefur bara gengið alveg ágætlega. Leiðum að kemur heim og byrjar að blanda sér umræðuna, hvernig fer umræðan það fram? Fyrst byrja menn í venjulegur umræði, svo byrja menn í einhverju skítkasti. Svo byrja menn að búa til einhverju vídeo og búa til allskyns óhróður af því að þeim hugnast ekki að maður sé að tala gegn einhverju skoðunum sem aðrir hafa. Þetta finnst mér alveg ofboðslega neikvætt og mér finnst, ég vissum að efast ekki að þú hefur lent í þessu einhvern tímann að fá óhróður á þér. Ég bara efast ekki það. Hann hefur fengið smjörþefuna þessu. Einstaka skvettu. Og mér finnst það ósanngjarnt að því að meina þú átt bara rétt á þinni skoðun og þú átt rétt á því að tjá þína skoðun hvar og hvenær sem er. Það er lýðræði. Við verðum að passa upp á þetta málfrelsi. Það er eitt sem ég upplifði til dæmis í Bandaríkjunum núna síðustliðin árin. Að málfrelsið hefur því miður farið niður á við. Það er orðið þannig. Ég upplifi þetta bara að hverjum einasta degi liggur við. Að ef einhver ætla að tala gegn ríkjandi stjórnvöldum, þá voru menn farin að hvísla. Menn voru farin að líta í kringum sig, hvort einhver var að hlusta, menn voru orðnir hræddir að tjá sig. Málfrelsi í háskólum í Bandaríkjunum hefur farið verulega niður á við. Íslenskum nemendum sem að fara út í nám til Bandaríkjanna í dag er sagt að vara sig hvernig þau tjá sig opinberlega á samfélagsmiðlum. Það geti haft áhrif á það hvort þau fá vísa til að komast inn til landsins aftur. Þegar eru komin þangað, þá eru komin út í fasisma. Þetta hugnast mér ekki. Mér finnst að við hljótum að geta setið hér eins og við setjum hérna, ég og Snorri, og bara ræðum málin. Svo á endanum, ég er ekki að fara að sannfæra Snorri að fara að breyta sínu skoðun, þótt hann hafði rétt á hann sagt já, var það örugglega mistök. Ég tapaði. en hérna, og ég get líka skipt skoðun. Og ég segi það innlægni, ég er ekkert búin að ákveða mig í seinni umferðinni við komumst þangað hvort ég ætla að segja já eða nei. Mér langar bara að fá að skoða heildarpakkan og ég held að við verðum að fara að vanda þessa umræðu. Þetta byrjar alltaf í einhverjum kappræðum. Við horfðum nú á silfrið hérna þegar foringjar stjórnmálaflokkarnir voru staðar samankomnir. Þetta er ekki til fyrirmyndar fyrir einn eða neitt. Það er erfitt að hemja þetta lið. Já, og þetta er ekki til fyrirmyndar fyrir ungt fólk sem er að horfa á þetta og þetta er alls ekki hvetjandi fyrir einn eða neitt að fara í það að tjá sig. Nei. Og ég dáist það Snorri fyrir hvað þú stendur hérna heill og bita því ég veit að þú hefur fengið allskins skítkast á því fyrir bara að vera með hvað er það sem sameinar okkur tvo? Við viljum bara gott Ísland. Við viljum gera Ísland betra. Ég skrifa þessa grein mín að við erum öll í sama liðinu og það er mín einlægur málflutningur. Við erum bara að skoða hvaða leikaðferð við getum beitt. Og það eru mismunandi skoðanir því. Við höldum öllum Íslandi, eigum að spila 4-4-2, eigum að spila 4-5-1, eigum að hafa þennan mann inn á eða annan. Við getum deilt það, en við viljum öll að Ísland vinni á endanum. Og við verðum að geta komast upp úr svona skotgröfum og bara, tekið umræðina á svona umræðu grundvelli. Það er það sem að mig langar til að við getum gert síðustu dagana. Ég mun beita mér fyrir því í þeim umræðu þáttum sem ég fer í og svo skal ég bara gjarna taka umræðuna hvern einasta málaflokk sem en ég er ekki sérfræðingur þegar kemur að við byrjum að tala
fiskveiðistjórn til dæmis, sko. Ég er búin að vera að lesa mig til síðustu hálfa mánuðin og ég veit miklu meira ekki núna en ég vissi þá, sko. En Er þetta ekki þannig að maður veit minna eftir því meira sem maður les? Já, svo er það bara mjög góð rök líka. Sko, þetta flækist bara og flækist. Það eru margir punktar þarna sem ég var eitthvað bregðast vinalega við í þessum málefnalegu góðu rökræðum okkar. Þarna, sko, í fyrsta lagi er það bara smá útúrdúr með málfrelsi í Bandaríkjunum. Þá held ég deili sannarlega áhyggjum af því þegar fólk hættir að treysta sér til að tjá skoðanir sínu opinberlega og í mörgum hitamálum þá hefur þetta verið þannig á undanförnum árum og eins og þú lýsir núna nýverið í Bandaríkjunum undir Trump-stjórninni en sömuleiðis líka undir demokratastjórninni þegar það hefur verið flett ofan af meiriháttar samkrulli stjórnvalda og samfélagsmiðla til þess að ritstýra því bara mjög beint í gegnum allan svona leiðir sem eru tengdar stjórnvöldum í landinu við að ritstýra hvað má koma fram á samfélagsmiðlum og hvað ekki og það var flett ofan af þessu í ríkum mæli eftir að til dæmis Elon Musk keypti Twitter, hvað hafði verið í gangi á Twitter fyrir það. Nú veit ég ekkert hvað X er að ritskoða núna. Sko, maður sér það náttúrulega aldrei, maður er alltaf eins og fiskur í vatni á meðan það sko, eða hvaða upplýsingum er haldið frá okkur. En það var alltaf að verða að halda algjörum grundvallar umræðum í kafi undir stjórnvöldum demokrata þá, sem ég hafði miklar áhyggjur af og það var svona sambarlega tilhneigingar og ég hef áhyggjur af líka og þá er eins og ég segi, ég ger alls ekki lítið úr því að þetta er vafalaust ennþá margvíslegt svona í gangi, hvort sem er á Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, það sem að stjórnvöld í ósamræmi við lög og stjórnarskrá landsins eru að eiga við svona sjónamiðin sem að ráða för í því hvað er leyft að sjást á þessum miðlum. Innan Evrópusambandsins, þá hef ég líka vakið ítreka athygli á nákvæmlega þessum tilhneigingum. Árið 2022 var samþykktur svokallega Packet Digital Services Act, það er svona einhver svona stafræn heildarlöggjöf Evrópusambandsins sem að bara til dæmis þýskir meginstjórnsmiðlar hafa lýst bara sem ákveðin svona stjórnarskrá fyrir ritskoðun í Evrópusambandinu og þetta eru lög sem að til dæmis alræðisríki víða heim, til dæmis að þau eru byggð svona að hluta til á löggjöf í Þýskalandi og alræðisríki, hvort sem er Rússland eða Suður-Ameríkuríki með svona mjög vafasama nálgun í þessu hafa tekið sko ritskoðunarlögin í Þýskalandi að hluta til fyrirmyndar. Af því að þetta gengur út á það að stjórnvöld fái þetta mjög ríkulegar heimildir til þess að hafa áhrif á það sem má koma fram á samfélagsmiðlum, að stjórnvöld fái heimildir til þess að krefja samfélagsmiðlum að ýta ákveðin efni til hliðar, en síðan er það líka bara kælingarmátturinn og kælingaráhrifin. Þetta er miklu meira til þess að sýna að stjórnvöld eru með leiðirnar, þannig að ef samfélagsmiðlarnir hegða sér ekki meira og minna í takt, þá eiga þeir að fatta sirka að það getur farið mjög illa fyrir það. Og X er nú samfélagsmiðl sem að Evrópusambandið hefur farið eftir á svona frekar óljósum forsendum. Og ég tala nú ekki, þú veist, ég bara segja að þetta er í gangi innan Evrópusambandið sko. og við getum ekkert hort fram hjá þessu og sömuleiðis er Evrópusambandið með ákveðna svona viðskipta þvinguna leið sem er eiginlega utan alls réttarkerfis hjá þeim sem er bara vegum framkvæmdastjórnunar sem að fólk er ekki mikil meðvitund ég horfði á mjög áhugaverð fyrirlestur þetta sem að rætt blaðamann sem að var sakaður á Evrópusambandinu, hann vinnur í Berlín, hann er bara blaðamaður þar, vinnur við að skrifa fréttir hvort sem það er Ísrael og Palestínu eða Rússland og Úkraínu. Þeir markera hann sem einhvern Rússlandsvin og sko það eru vafalaust mörg tilvik þar sem að við erum með alvöru útsendara óvinveittra ríkja á meðal okkar og þá þurfa auðvitað ríkja að hafa leið til að bregðast við því. En hitt er það að banna umræðu sem er á skjön við almennu opinberu umræðuna hvort sem það eru bara umdeild stríðsátök í heiminum. Það hefur verið stór aukin áhersla og stór aukin miklu algengari nálgunin af Evrópusambandsins á síðustu árum að bara banna umræðina. Þá fá menn á sig bara eins og þessi og eins og segi margvíslegar viðskiptaþvinganir þessum tóa geta líklega átt rétt á sig sannarlega. En þarna eru menn bara að halda því fram að þetta sé bara kælingarleið gagnvart alternatífri umræðu til dæmis styrjaldamál að beita þannig viðskiptaþvingunum að það bara má ekki gefa þér peninga, þú mátt ekki fá laun, þú mátt ekki gera nokkuð skapaðan hlut, þú ert í raun og veru settur í eins konar fangelsi utan réttarkerfis. Þannig að fólk getur flett þessu upp Evrópusambandið að þetta er að gerast þar. Þannig að það við erum svolítið gjörð líka að horfa á hryllingsfréttirnar frá Bandaríkjunum sem eru margvíslegar og ýmsum tóga. Ég hef aldrei gert lítið úr neitt þeirra, en sko við getum líka litið okkur nær á ýmsum sviðum að þessar tilhneigingar til kælingar á málfrelsi og til þess að ríkisvaldið og síðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og slíkar einingar taki sér sífellt aukið vald á sviði þess hvað má segja og hvað má ekki segja. Þær eru bara mjög raunverulegar og ég hef miklar áhyggjur af þeim og ég mun alltaf standa gegn þeim og þetta
bákn sem búið að reisa þarna utan bara upplýsingamiðlun innan Evrópusambandsins fyrir almennan Íslending að vera þá komin sko, undir þessa sök seldur. Mér finnst það ekkert endilega ástæða til þess að sækjast eftir því. Nei, þetta mjög góður punktur, þú veist, og ég deili þessum áhyggjum svo sannlega með þér og það mjög athyglisvert þegar maður býr í, sérstaklega eins og nú nota ég aftur bara mína reynslu frá Bandaríkjunum síðustu 7 árin að kona mín mun alveg vera vitleysamur stundum á kvöldina því ég var alltaf með sko CNN og Fox og svo flippaði svona á milli því að þetta bara alltaf, það kom eitthvað stórmál upp þá festu bara 2 algjörlega ólíka hliðar sko. Að því að það, og ég náttúrulega fyrir því að ríki gerir sem minnst og gerir það vel þannig að ég nú ekki hérna til þess að advokata það að við þurfum að vera með ríkis útvarp en það enga síður alveg áhugavert þegar allir fjölmiðlar eru orðnir eiginlega sko áróðursmaskinur einhvers ákveðnar afla að þá getur oft verið erfitt fyrir almenning að finna hvað eru réttar upplýsingar. Og nú erum við komin inn í gervigreindarvæðinguna og þetta á sér svo sannarlega stað þar líka. Við sáum nú bara daginn að Kló til dæmis takmarkaði aðgang að stærstu leitavél þeirra nema fyrir bandaríkjamenn sem eru staddir í Bandaríkjunum. Þannig ekki nóg með að þú sért sko þannig að allir sem eru non-US citizens þeir fá bara ekki aðgang að núna stærstu leitarvél Klóts. Það takmarkaður aðgangur þar að. Ég prófaði nú ganni daginn, ég veit ekki hvort þú prófaði DeepSeek sem kínverska og hún ansi öflug en þar kemur það sama sko og spyr til dæmis þar hvernig eru mannréttindi í Afganistan það fara mjög góða greining á því og enn í Kína, sorry bara ég má ekki tjá mig það þannig þú veist, þetta alvarlegt sko, þannig að við vitum eiginlega ekki hvaða upplýsingar við erum eiginlega að fá og þetta er vandi nútímans og hann verður mikill út allan heim sko, þú veist, og ég alls ekki þarna að segja að eitthvað eitt sé betri en annað og ég alls ekki að segja að Evrópa þarna sé betri en Bandaríkin sko. En þetta bara almennt áhyggju efni sem við bera að ræða sko. og þetta bara mjög flókið samspil milli þess hvenar stjórnvöld eiga sannarlega að grípa inn í og hvenar þau eiga alls ekki gera og mér finnst þau heldur hafa haft tilhneigingu á Vesturlöndum svona undanförnum árum til þess að og svona frá 2010 til 2015 þessu tímabili þegar samfélagsmiðlarnir detta inn af svona miklum þunga inn í umræðuna og verða að þessum lykilpunkti að þá hefur ritskoðuna tilhneigingin vaxið mjög sko. En á sama hátt sko þá getur ekki heldur haft óvinveitta aðila inn í þínu svæði sko að þú veist þannig að þetta svona Já, en þú veist, og hver þá alternatífið? Ætlar þá búa til bara loka áróðurskerfi fyrir borgara þína og ertu þá einhverju skárri en Norður Kórea? Nei. Þú veist, þarna Já, en Evrópusambandið hefur alltaf ekki verið til fyrirmyndar á þessu sviði, sko, þótt Já, ég ætla ekki að segja þessi, kannski hefur til fyrirmyndar, en ég held að þetta sé bara vandamál sem bara nútíma vandamál sem að menn bara að glíma við og finna út úr, sko, og heimur hreyfist náttúrulega svakalega hrætt út að gervigreindinni og næst að róbótavæðingin og við munum sjá náttúrulega bara algjörlega breytt þjóðfélag hérna eftir 10 ár, sko. Interneti breytti heiminum og gervigreindinnar breytti heiminum miklu meira þetta svona tvær stæðstu breyturnar sem hefa átt sér stað í nútímanum. Eitt sem ég ætlaði líka að lauma sakleysislega þið náttúrulega komist ekkert að félagarnir þið eru bara sjáum, það bara flott sko. Þetta getur bara skilja okkur eftir þetta en sko að þú nefndir Finnana og þeir farin í NATO og það hafi verið óhugsandi áður fyrr og þetta líka meðal athugasemda sem ég hef gert við þetta þegar fólk segir sko við þurfum að fara í Evrópusambandið vegna þess að heimurinn breyttur og þú getur auðvitað alltaf sagt þetta heimurinn breyttur, heimurinn alltaf breyttur en að hvað leitir heimurinn breyttur þessu til þess í tengslum við varnarmálin Ertu að tala um þess eftir áskýringar þá? Já, eða svona það sem ég reyndi að grafast fyrir nákvæmlega hvað fólk á við með því að leita skjóls í Evrópusambandinu til dæmis út frá varnartengda þættinum fólk segir, það ekki hægt að reiða sig lengur á Bandaríkin og ég hef gert mjög alvarlega athugasemdir við alveg óásættanlega orðræði Bandaríkjamanna Grænland ég hef svo sem líka bara gagnrýnt Bandaríkjastjórn út frá öðrum sjónarhornum en sko þegar menn segja það að gerast ergo við Íslendingar getum ekki treyst lengur á Bandaríkin eða ekki lengur treyst á NATO og þá ég alltaf að reyna að átta mig á sko í hvort fótinn menn ætla að stíga eins og til dæmis Þorgerður Katrín segir í aðra röndina að við þurfum að fara og ég held að hún látið að hafa það eftir sér í erlendu fjölmiðlum að við þurfum beinlínis að fara að Grænlandsmáli sé á meðal ástæðna þess að við séum að fara í þessa Evrópusambandsumræðu. Ég held að menn hafi sagt það alveg fullum fettum. Á sama tíma segir hún inn í þinginu að óháð því hvort við förum inn eða ekki í Evrópusambandið, þá sé varnarsamstarf okkar við Bandaríkjana alveg traust, það verði óbreytt og við séum áfram inn í NATO. Það var nú bara heimsókn henni í gær eða yfir hersöðingi NATO og það var bara fór vel á með þeim sko. Já, og þannig að sko, það er verið að reyna að segja hvort tveggja í einu að við getum ekki lengur reitt okkur Bandaríkin og leið að við séum alltaf að fara að reiða okkur áfram Bandaríkin. Á sama hátt
þá eru þeir aðilar sem hvað helst meðlega að tala fyrir því að við þurfum að leita skjóls inn í Evrópusambandinu vegna varnarumhverfisins og vegna hernaðarmála, þá það sömu aðilar og þverneita fyrir að það sé nokkuð í farvatninu sem heitir Evrópuher. Það sé engin vígvæðing í Evrópusambandinu, það sé ekkert að gerast þar eða meiri háttar útgjöld í hernaðarmál. Það sé ekkert slíkt að gerast, en samt fyrir að leita skjólsþangað vegna Bandaríkjanna. Ég meina, hvort það? Eitt að Evrópa vígvæðist og raunverulega taki varnir sínar í eigin hendur og það bara spurning sem hefur verið bara viðloðandi núna árum og áratugum saman, hvernig Evrópa ætlar að standa á eigin fótum á því sviði. Ég meina, Bandaríkjamenn hafa náttúrulega gert athugasemd við þetta, segja við erum að borga hérna hernaðarmálum, við erum að halda upp í NATO-vörnunum að meðan þið eru með ykkar velferðarkerfi, skilur að setja peningana í hernað frekar. Vilja Bandaríkin raunverulega að Evrópa standi á eigin fótum hernaðarlega? Það líka áleitin spurning, maður ekkert alveg viss það hvað þeir vilja þar. Á Ísland að stofna her til lengri tíma, eða stórefla landaríkisgæsluna að vera með einhvers konar hermynd. Ég meina, það auðvitað spurning sem við þurfum líka að spyrja okkur að. Ég meina, því við segjum alltaf, okkur finnst það gott að segja við séum friðelskandi og herlaus, en ég meina, við erum samt í skjóli þá þessa svakalega hernaðarveldis Bandaríkjanna, þannig að það alltaf ákveðin svona siðferðislegu tvískinningur í því, en þannig að það eru þversagnir í þessari hernaðarumræðu sem mér finnst ekki alveg ganga upp vegna þess að sömuleiðis þegar ástandi verður raunverulega ótryggt vegna hernaðarmála í Evrópu, þá ekki Svíar að finna sem að varpa öndinni léttar að segja sem betur fyrir erum við nú í Evrópusambandinu, við getum hallað okkar að þeim. Þeir rjúka inn í NATO. Hvað segir það okkur NATO? Það minnir okkur á að óháð því hvaða skoðun menn hafa á NATO og gjörðum þessi gegnum tíðina, þá það varnar bandalag á vestræna sviðinu sem að skiptir máli. Það ekki Evrópusambandið sem skiptir máli á því sviði, þetta NATO. Og sko NATO, það kannski þessi gamaldags sýn að hluta til að NATO sé bara þetta nýlendu stefnu verkefni Bandaríkjanna til þess að einhvern veginn hafa stjórn á Evrópus, sem þetta bara ákveðin söguskýring sem menn geta stuðst við eða ekki. En hvað hefur NATO samt verið á kannski síðustu 20-30 árum? Þetta hefur bara í vaxandi mæli verið evrópskur varnarstruktúr og það eru bara öll Evrópuríkin sem fara þarna inn. Og mér finnst bara fín tilhugsun að vera þar inni með Bretum, með Norðmönnum, ég meina þarna ekkert bara Evrópusambandsríki, Tyrkland þarna inni annað eins, þannig að það varnarstruktúrin og núna trommað upp með þetta að við þurfum að fara inn í Evrópusambandi vegna varnarmála. Það bara ekkert í struktúrnum og málefnalegum grundvelli umræðunar sem að bendir til þess. Ég skil tilfinninguna, en ef þú skoðar raunverulega hvernig samskipti þessara ríkja fara fram og hvernig varnarmálum háttað og sömuleiðis hvernig menn bregðast við raunverulegum öryggisógnum, þá það ekki að vettvangi Evrópusambandsins enn sem komið og ef það ætti að vera á vettvangi Evrópusambandsins, þá þarf Evrópusambandið þetta að fara líka í auknum mæli í vígvæðingu og einhvers konar hernaðar uppbyggingu og þá getur menn ekki láta eins og það sé ekki í gangi eða það sé óæskilegt og Evrópuherinn, ég meina við erum komin kannski dálítið fram á okkur en það náttúrulega alveg samt við áttum eftir að tala varnarmálum, þetta mjög gott þegar við erum að tala um NATO að þá náttúrulega var það kannski alveg óhugsandi að forseti Bandaríkjanna myndi segja það að 5. greininum það að sé ráðast eitt ríki að þá koma allir til varnar að hann myndi ekkit endilega virka. Þetta voru stór orð og þetta náttúrulega vakti menn til umhugsunar. Hann sagði líka réttilega hins vegar að Evrópa þurfti að fara að borga miklu meira hlutfall af kostnaði NATO, sem ég alveg sammála líka. Það ósanngjarnt að þessi bara bandarískir skatthegnar sem að borga fyrir alla varnir í Evrópu. Þannig að Evrópa að fara núna að leggja meiri pening inn í NATO til þess að styrkja þær varnir. Við hérna á Íslandi náttúrulega erum aldrei að fara að verja okkur ein og sér. Við þurfum að vera í einhverju skona bandalagi og þess vegna fórum við inn í NATO. Mér finnst það mjög gott hérna sem að Guðni T.H. sagði núna í Silfurum dagina þegar við stofnum lýðveldi 1944 og þá sá það enginn fyrir sér að gat hugsa sér það að hérna var síðan komin erlendur her bara 6 árum setna eða 7 árum setna, 1951. Þannig að hlutirnir breytast og þeir breytast hratt. Það sem að maður sér ekki fyrir sér einn daginn orðinn raunveruleiki næsta dag. Fyrst og fremst það sem við þurfum að gera að halda góðum samskiptum við okkar vina þjóðir sem eru Evrópa og Bandaríkin. Það bara fyrst og fremst. Þess vegna finnst mér að líka skrítið að við sem að senda þau skilaboð eins og til Evrópu að við viljum ekki einu sinni setjast að samningaborði við þau og ræða við þau. Því að við teljum bara við okkar samningu sé bara það góður að við höfum ekkert meira við þetta að gera og segja. Ég finnst það alveg eðlilegt að við setjumst niður með þeim, ræðum, það breytt heimsmynd, en hún breytist alltaf, hún alltaf að breytast. Og við þurfum náttúrulega, við höfum þessi tvo kosti, við verðum alltaf áfram í NATO og vonandi verður breyting þar á aftur til hins betra.
þannig að við getum treyst á þessa 5. grein. Hún okkur mjög mikilvæg, en enga síður finnst mér að við þurfum alveg að skoða þann raunveruleika að ef að það verður breyting á þessu varnarsamstarfi, að þá þurfum við náttúrulega að hafa eitthvað backup plan. Og þetta er kannski enn og aftur, þannig að ég fann að hugsa aftur, 10, 20, 30 ár fram í tíman, en ekki bara bregðast við akkurat stöðunum sem er núna. Jú, Trump, hann er farin eftir 2 ár vonandi, ef hann breytir ekki í stjórnarskránni í Bandaríkjunum, þannig að hann getur verið áfram, og þá kemur einhver annar. En við getum bara ekki alltaf verið að horfa á þetta í persónum. Við verðum bara að horfa á þetta bara í langtíma strategíu, og þannig fólk kemur og fólk fer. Við erum hér í Evrópu, við erum hérna staðsett þar sem við erum, og það er langbest fyrir okkur að geta verið með gott varnarsamstarf við Bandaríkin, svo sannarlega, og Evrópu líka. Já, sko, ég myndi alltaf segja rétt eins og ég tel að við höfum fullan rétt til þess að skoða hvað kosti í Evrópusambandinu. Má ég spyrja einu Snorri? Já. Payday, við höfum verið að hanna á grafískum hönnuðum því að við vitum að það eru margir grafískur hönnuðir að hlusta á hana þátt. Hönnunin má taka tíma, reikningagerðin þarf ekki að gera það. Payday hjálpa þér að halda utan á reksturinn og það er þetta klassíska. Reikningar, útgjöld og betri yfirsýn á einu stað svo þú getur einbeitt þér að verkefnunum sem skipta máli. Giggo, komdu heim í hreint hús. Auglýst á Giggo, merktu auglýsingar með heimilistrif og Giggo eins og við höfum talað lætur yfir 2000. Það er samt ótrúlegt að séu 2000 tuskóðir giggarar þarna að bíða eftir, en sko, svo finnst mér þetta annað því að ég held að svona flesti sem er að hlusta séu sammála því að það er ekkit sérstaklega skemmtilegt að þrífa húsið sitt. Og ég veit að það er líka fullt af fólki að hlusta á hann þátt sem að hefur það bara nokkuð gott og hefur alveg smá örd í skiptana. Settu bara auglýsing á Giggo, taktu krakkan í sundi eða bíó eða eitthvað. Láttu bara þrífa þetta. Við skulum bara tala hreina íslensku. Þú ert lúxuskall, ég er nú kannski meira skermnögl og mér finnst bara íbúðumíningin eiginlega flott til að hún Giggo að betra skili heldur en ég sé að setja íbúðunum mín í þetta. En ef ég ætti hús þá væri ég bara, en kannski er að bulla. Já, þú veist, þú nýtir þetta óspart til að fara að sorpu alltaf við veisluhöld, veit ég að það eru giggar á svæðinu. Já. En það eru veislurnar sem þú heldur höfðingjar. Það er kosta, það eru góðar. Já, hann er Giggo sér en það. Elko, Galaxy Book 5 tölvan er mætt, Samsung Galaxy Book 6 fartölvan er þunn, létt og hönnu fyrir skapandi einstaklinga á ferðinni. Book 5 er það Elko vara vikunar? Það er Elko vara vikunar. Book 5 með öflugan U5 örgjörfa, IPS-skjá og rafhlöðu sem endist út daginn. Takk fyrir stór skjár og lítil þyngd, knúin af Intel Core verðir 114.995 krónur. Í gamla dag kostuðu fartölur svona 300-400 skall, sko. Já, ekki glemma því. Sessor tengir saman fólk og tækni. Sessor er ráðgjafar að þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni og fjármála. Sessor brúa bilið á milli rekstraraðala og upplýsingatæknilausna með það að markmiði að auka sjálfvirkni, bæta rekstraröryggi og lækka heildarrekstrarkostnaði á viðskiptavinum. Og það sem er kannski það besta við Sessor er að þeir eru vinir landsbyggðarnar. Þeir eru ekki bara, þeir eru í Kópavogi, mjög vel gert. Og svo eru þeir í Vestmannaeyjum og Húsavík líka. Já, ég nú kalla Kópavogi landsbyggðina en það er önnur ölla. Já, sko að því að ég er sammála öllu sem hún sagði ráðan, en það er talað að ástæðan fyrir að Trump hætti við Grænland er að því að Danmörk er í ESB og ESB hafði stigið í fótinn. Já, ég meina ástæðan fyrir að Trump hætti við Grænland. Sko, Trump er alltaf í ákveðnu samspili við Evrópu með einum öðrum hætti. Hann er auðvitað líka í samspili við bandalagsríki sín í NATO. Og sko, það er styrkur í sameinaðri Evrópu og við erum á vissan hátt sannkallaður hluti af þessu í gegnum Evrópska efnahagssvæðið og ég býst ekki við því og það sem segir líka stundum sko að því að þarna, ég hef bara alla tíð verið svona viðkvæmur fyrir svona ásælinni Bandaríkjanna gagnvart sko íslenskri menningu. Mér finnst við alltaf þurfa að passa okkur mjög vel að vera ekki alveg amerikaniseruð út í ystu æsar og að því leitinu til þá er ég mjög bara svona hallur undir oft líka meginland Evrópu í svona menningarlegu tilliti að ýmsu leiti. Hvort sem er Þýskalands eða Spánar eða annað, ég vil ekki að við lítum bara til Bandaríkjanna í svona okkar nálgun, þannig að vera svona undirlægur Bandaríkjanna, það hefur mér alltaf verið mikið eitur í beinum, en á sama hátt þá getum við heldur ekki óttast það gagnvart Evrópu að við séum einhvern veginn orðin eitthvað svolítið leiðileg við þau að freka vilja bara vera í EES-samstarfinu, að við verðum eiginlega bara svona einhvern veginn þeirra vegna líka farin í ESB. Þetta gengur í báðar áttir, þessi varstaðamanns bara þessa sérstöðu og þennan þú veist, þennan fullkomna punkt í vissum skilningi sem Ísland er á í alþjóðamálum og hefur verið og enginn hefur gert athugasemd við í síðustu 30 ár. Ég meina, það hefur enginn verið að segja að þetta sé einhvern algjörlega vonlaus staða. Það er miklu meira þegar til dæmis, ef að Bandaríkin og Evrópa eru farin að bítast of óþægilega ákveðin áhrif á til dæmis heimskautasvæðinu
nei, ekki heimskautasvæðinu, heldur bara á þú veist, Norður Atlantshafi. Ef Bandaríkin farin að byttast áhrif þar við Evrópu og við erum orðin hluta af einhverju slíku tabli að þá sé Evrópa farin að gera þessa kröfu og við skulum sko gjöra svo vel að vera inn í Evrópusambandinu eða þá Bandaríkin að gera þá kröfu að við séum bara í minni samskiptum við Evrópu. Við verðum bara á þessum millipunkti að segja sko, nei, ég ætla að bara gera allt sem ég get til þess að halda í þá kosti sem ég hef af samstarfi við báðar áttirnar. Sko, í því ólíklega tilfelli og auðvitað sko í raun og veru katastrófísku sviðsmynd að sko Bandaríkin neiti að verja NATO-ríki, þá auðvitað það samstarfi Bandaríkin í vissum skilningi hrunið. En ég meina, hvað sæti eftir ef að Bandaríkin virkilega fara úr NATO? Það eru auðvitað raddir í Bandaríkjunum sem að tala fyrir því, en þú veist, við erum með raddir allstaðar í öllum ríkjum sem tala fyrir öllum mögulegu. Þarna, ef að Bandaríkin raunverulega væri komin í þá sviðsmynd að fara að gera slíkt, þá sæti samt eftir það bandalag sem eftir og það vissulega væri það reyndar ekki Atlantshafsbandalagi í sama skilningi, en það allan að hernaðarbandalag eða varnarbandalag á meðal þessara þjóða sem þó eru þar inni. Þannig að það væri ekki eins og Evrópusambandi væri endilega sá vettvangur sem tæki við ef að sú ólíklega sviðsmynd rættist. En þannig að það bara þetta að við þurfum auðvitað, það og eins og ég segi, auðvitað ekki að verða endilega alltaf að nota þessa orðræði ásælni eða einn sé að reyna að sölsa undir sig annan eða annað eins, en svo þurfum við samt líka reyndar að vera svolítið raunsæmi pólitík, bara hvað stórveldin vilja, hvað vilja þau, auðvitað vill Evrópusambandið Ísland inn, þú veist, auðvitað vilja Bandaríkin hafa sín áhrif sem mest á Íslandi og helst á kostnað Evrópusambandið, auðvitað getum við horfst í augu við að þetta séu staðreyndir lífsins, þær hafa alltaf verið það. En við erum bara sjálfstæð fullvalda þjóð sem bara mjög merkilegt og sérstakt fyrir okkar samfélag með okkar sterku auðlindir og ég hef bara meiri trú á Íslandi en svo að við þurfum endilega að í svona ástandi þegar svona mikil hiti í umræðinu að þá þurfum við einhvern veginn að gefa eftir og svona halla okkur í aðra hvora áttina bara til þess að einhvern veginn skynja eitthvað öryggi sem verður ekki einu neitt meira öryggi heldur bara einhvern veginn til þess að lægja einhverjar öldur sko. Frekar að bara horfa kalt á stöðuna og hugsa, heyrðu, það getur verið spenna í alþjóðamálum, óþægileg spenna, það hefur sannarlega gerst oft í gegnum tíðina að það verður mjög óþægileg spenna eitthvað ákveðið tímabil, en svo getur það bara róast og þá viljum við ekki hafa tekið ákvarðanir í einhverju flýti sem að eru ekki endilega til bóta fyrir okkur. Sko. Ég held að við séum sko sammálað það, við erum sjálfstæð fullvalda þjóð og við verðum það áfram, hvort sem við erum inn í Evrópusambandinu eða ekki. Heimsmálin hafa núna áhrif á þessa umræðu í dag en fyrir mig enn og aftur umræðan miklu meira það af hverju þetta dró mig í þessu umræðu. Við vorum náttúrulega fyrst og fremst bara krónan og evran. Og svo tollabandalagið talaðu það líka? Já, tollabandalagið náttúrulega hluti af þessu líka. Þú veist að það hefur sína kosti og sína galla. Ég held að það hafi meiri kosti heldur en galla. Þú veist það náttúrulega ákveðnu tollar í dag til dæmis á fullunum sjávarvörum. Þannig að það hagstæðara fyrir okkur að flytja út ferskan fisk heldur en sko fullunarvörur. Það alltaf betra að vera sko á þeim enda keðjunar þar sem að þú ert að selja frá þér fullunarvörur. Þú veist, ég hef til dæmis gagnrýnt mjög mikið að við erum að flytja náttúrulega út 70% okkar orku í gegnum álstangir. Hérna flutturinn bara hrá áll og við notum orkunum til að búa til stangir og siglum hann tilbaka aftur. Þú veist, við erum ekki að búa til einn afurðir út úr þessu. Þannig að það útflutningur á orku sem á sér staði í dag. Þú veist, þetta svona þessi stóru langtíma mál enn og aftur sem að draga mig að þessu. Það bara að skoða það fyrir komandi kynslóðir, hvort það sé betra að vera í evruhagkerfi, frekar en krónuhagkerfi. Síðan eru alþjóðamál og önnur mál á fullri ferð og þau auðvitað hafa áhrif á umræðuna hverju sinni, þau hafa mikil áhrif á það sem núna eigum sér stað. Við eigum náttúrulega alltaf bara að passa upp á það að við verjum íslenska hagsmuni og við höfum varið þá með því að taka sjálfstæðar ákvarðanir að ganga inn í Sameinuðu þjóðirnar, með því að ganga inn í NATO, með því að ganga inn í EES og EFTA og núna það spurningin, það skynsamleg sjálfstæð ákvörðun að skoða að halda áfram á þessari vegferð og fara alla leiðin í Evrópusambandið. Þú veist, það veit ég ekki og þess vegna vill ég fá að sjá alla upplýsingar áður við tökum það ákvörðun. Já. Sko, ég ætla að fyrst má síg og setna þetta hjá okkur. Ég var að renna yfir handritið, þeir eru búin að hann mætti halda að vera með fyrir fjölmiðlamann í setti, hann er búin að fara svo mjög vel yfir þetta og Jónas líka. Sko, við vorum með smá klippu fyrir þátt þar sem þeir fengu að spyrja hvern annan fyrir þá sem eru til dæmis ekki á samfélagsmiðlum eða að þið vilja endurra spurningunar. Jónas byrjaði á hann en ég ætla að byrja að Snorra núna, þú fengir að spyrja Jónas að einni spurning. Já, það það sem ég spurði Jónas á, hann var hvort að hann liti svo á að það væri þá æskilegt að komandi kynslóðir sem mönnum með tíðrættum hérna í aðdraganda þessari þjóðargeislu hefðu
minna málefni Íslands og stjórnarmálefni Íslands að segja en fyrirkynslóðir. Það var í grunninn spurningin, en ég tel að þetta gerist með inngöngu í Evrópusambandið. Já, og þarna kannski bara, þú veist, munurinn á okkar hugsjón í þessu. Ég tel að komandi kynslóðir hafi meira að segja við það að eiga rödd við borðið, að taka bara ekki upp reglugerðir í EES án þess að hafa nokkuð það að segja. Að við getum skipað okkur sess meðal okkar aðilda þjóða og þannig haft meiri áhrif heldur í minni. Það er mín skoðun. Og Jónas? Já, ég spurði Snorra áðan bara hvernig að það væri nú gaman að hittast aftur eftir 20 ár og ræða þá hver við erum stödd og hvort að hann teldi að Ísland stæði betra eftir 20 ár með íslensku krónuna og í EES-samningnum þar sem að við erum ekki með sæti við borðið. Já, og ég svaraði því að ég sagði Ísland bara fyrir mér eftir 20 ár sem sjálfstætt, frjálst og fullvalda ríki með öflugt hagkerfi, öflugt fólk einfallega, traustar aðstæður fyrir fjölskyldur, góða framtíð, spennandi framtíð fyrir ungt fólk, atvinnutækifæri, stjórn yfir eigin málum, leiðir til þess að gæta okkar sérstöku hagsmuna á hverju stigi eins vel og hægt án þess að þurfa að taka of mikið tillit til þess hvernig stærri einingar út í heimi að hátta sínum málum. Að við erum einstök þjóð, við erum í einstakri stöðu og við höfum mikil tækifæri sem sjálfstæð þjóð og fullveldið og sjálfsákvörðunarrétturinn og ákvörðunarvalda sem flestum sviðum hefur reynst okkur mjög farsælt á undanförnum árum, áratugum, síðustu öld að það held ég að muni nýtast okkur áfram eftir 20 ár sko. Rétt eins og núna. Verðum kannski búin að taka upp Bitcoin sem Já, ef að bróðum þykir á það. Mér langar að koma að nokkrum rittarspurningum. Já, aðsendarspurningum. Þó áður þá langar mig að kannski spyrja ykkur báða einnar spurningar. Og byrjum að þeirri Jónas, sko, að því að við vorum aðeins að tala nýsköpunar fyrirtæki og hversu mörg eru skráðið í Delaware, en þó eru Evrópa alveg einhvers staðar hann í púlíunni, en það er samt ekkert launungamála ef við horfum á rekstrarumhverfi fyrirtækja og þú ert nú rekstrarmaður að Evrópusambandið og reglugerðnar og kannski leiðandi löndin í því hafa verið íþyngjandi í sínum reglusetningum og Frakkland og Þýskaland hafa bara, það hefur verið svona, ef við tölum DNA og DNA fyrirtækja og DNA sambanda og ríkja, sko, treystu við Evrópusambandinu til að snúa við þessu flugmóðurskipi og breyta í raun og veru sínu DNA hvað varðar reglugerðir og reglusetningu? Já, ég tala bara af eigin reynslu að ég hef stofnað fyrirtæki í mjög mörgum ríkjum Evrópu og þegar ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki hérna á Íslandi og leitaði síðan eftir erlendu fjármagni þá var frumskilyrði þess að sá aðili kom inn, það var að ég myndi flytja fyrirtæki til Írlands. Þannig að það væri þá ensk löggjöf og evran, þeir vildu ekki festa sig í íslensku krónukerfinu, það var mín reynsla þá. Ég hef heyrt margar slíkar sögur að það er erfiðara fyrir okkur að fá erlent fjármagnin í íslensku krónuhagkerfið. Það er bara staðreynd. Þannig að þegar ég fór síðan til Evrópu og stofnaði fyrirtæki þar í mörgum löndum að þá reyndist þetta mér aldrei sér reglugerð neitt í trafala. Við bara fórum inn í hvaða land sem er og opnum okkar fyrirtæki og hófum okkar starfsemi. Þannig að það má alltaf betur gera en það er mín reynsla og mér fannst þetta mjög athyglisvert að horfa á Silfurrauðum daginn þar sem að Guðmundur í Brim satt við hliðina á honum Sölva að Sölva sinni fyrirgefðu að þarna var svona dálítið fortíðin og framtíðin að mætast og auðvitað tala menn út frá eigin hagsmunum, ég skil það vel, auðvitað tala menn út frá eigin reynslu og ég er bara að tala út frá minni reynslu. Mér fannst Sveinn orða þetta líka mjög vel út frá sinni reynslu. Okkar, það sem að sameinar hans málflutning og minn er að ég held að það sé betra fyrir íslensk sprótafyrirtæki í framtíðinni að vera inn í evrókerfinu heldur en í íslenska krónukerfinu. Já, einmitt, sem kemur að spurningunni til þín Snorri, kannski bæta við, já, spurningin þín er að ég kannski bæti við að við höfum verið að missa svo stóru fyrirtækin hafa ekki verið að skapast í Evrópu og ef þau skapast í Evrópu þá færa þau sig í annað kannski hagstæðara reglu umhverfi og á gjaldmiðlunum. En mér langar að spyrja þig Snorri, sko,
í sambandi við að því að Jónas kom nú inn á þetta aðeins áðan með sko umhverfið á Íslandi fyrir íslensk fyrirtæki, hvort það sé hagstætt fyrir okkur að fá inn aukna erlenda fjárfestingu og B, hvort það myndi ekki hjálpa fyrirtækjum á Íslandi að fá erlenda fjárfestingu og bara fjárfestingu almennt ef við værum í stærri gjaldmiðli. Ég held að það fari sannarlega eftir aðstæðum. Það eru náttúrulega fjölmörg tilfelli af fyrirtækjum hérna á Íslandi sem hafa bara fengið ríkulega erlenda fjárfestingu og vegnað mjög vel og stórir erlendir hluthafar í grundvallar íslenskum félögum hérna síðustu áratugi. Auðvitað þegar þú ætlar að fá erlenda fjárfestingu þá þarf að vera búin að byggja upp ákveðin trúverðugleika. Ég meina, þú ert með ákveðina heildamynd trúverðugleika sem hversu vongóðir geta menn verið gagnvart þessu félagi. Gjaldmiðillinn og það markaðssvæði sem þú ert bundin við hverju sinni auðvitað alltaf hluti af þessu. En ég tel ekki, og það er ekki allan að mínar upplýsingar, að gjaldmiðillinn sko ráði þannig úrslitum í nei eða jái í svona mörgum tilfellum að það myndi nauðsynlega svara kostnaði að fórna öllu hinu sem við þurfum að fórna fyrir það að fá þá aðgang að einhverjum öðrum gjaldmiðli. Og ég harma það almennt að það sé ekki að myntbandalag nauðsynlega þurfi að fela í sér svona ótrúlega mikið yfirþjóðlegt vald á öllum öðrum sviðum. Í raun og veru, og hugsaður út í það að menn get ekki verið í myntbandalagi án þess að í raun og veru fara inn í Evrópusambandið með öllu því sem það tilheyrir. Ég sammála því, en þegar kemur bara tækifærin á Íslandi í sambandi krónuna. Ég held að í einhverjum tilvikum geti menn örugglega horft á það sem kosta að vera með evruna, en ég held að í öðrum tilvikum geti menn horft á það sem kosta að vera á Íslandi með þá einleika sem það er, sko. Svo getum við tekið upp Kanadadollar eða dollara eða hvernig það er? Já, það er auðvitað þarna gömul sá nýja, menn ræði það og auðvitað hafa myntkerfi heimsins í gegnum tíðina bara tekið mjög miklum breytingum. Ég meina, allt frá því að menn voru með gullfót yfir í að byggja þetta á alvöru peningum, yfir í það að vera með þetta seðlabankakerfi nútímann, sko. En ég meina, íslenski seðlabankinn, hann er auðvitað með það verkefni í höndunum að stýra krónunni eins vel og hægt er og það gengur upp og ofan hverju sinni. Ég hef auðvitað bendi aftur er þetta núna, er þið búin að kveikja vélinni, sko, en maður geti farið út í það að hagstjórnin hér og verðbólgan og vextirnir þeir eru rétt eins og segir í bara yfirlýsingu peningastefnunefndar í morgun. Þar eru menn að glíma við auðvitað ástandi í heimsmálum og stríð og annað eins, en séðan bara hækkur opinbera gjalda og þar geta menn litið sér nærist að þess að fara að boða það að þá sé lausnin þá bara skellagurinn í Evrópusambandið, sko. En það er, sko, þarna kemur aðeins inn á þarna eins og við tengja okkur Kanadadollar. Þetta var eitt af því sem ég hugsaði mikið þegar ég kom hingað heim. Þú veist að við höfum með raunverulega 3 kosti. Þú veist, við getum haldið áfram með krónuna með kostum og göllum þess sem það er. Við getum svo kallað að pekka okkur við einhvern annan gjaldmiðil eða við getum gengið inn í myntbandalag. Ég held að við séum dálítið búin að fullreyna hérna að það stýra íslensku krónunni. Með því að pekka okkur við eitthvað annan gjaldmiðil, þá er tvennt sem að bera að hafa þar í huga. Annars vegar, þá er þetta alltaf spurningun um áhorf eða áhrif. Ef við pekkum okkur við Kanadadollar eða einhvern annan, þá hefur við engin áhrif. Þá tökum við bara upp hvað þeir segja. Síðan kemur náttúrulega stæðsta spurningin, það er náttúrulega þrotavörn bankana. Ég satt nú í stjórn banka hérna á Íslandi ákveðin tíma og þetta er náttúrulega stóra spurningi sem við lentum í vandræði með í kringum ISAVE, að bankarnir voru orðin stærri heldur en ríkið og ríkið það gat þar að lendi ekki veitt þessa þrotavörn sem það þurfti á að halda. Við erum í dag með Seðlabankann sem veitir það og við förum inn í Evrópu sambandið og förum inn í evruna, þá er það náttúrulega Evrópski seðlabankinn sem veitir þessa þrotavörn. Þannig að það er aldrei stór munur á því hvort þú ert í myntsambandi þar sem þú situr við borðið og hefur áhrif og ert með þá seðlabanka Evrópu sem til þrotavarna eða hvort þú pekkar þig við einhvern annan gjaldmiðil, situr ekki við borðið og hefur engin áhrif. Hong Kong hefur til dæmis gert þetta, þeir pekka sig við held ég US dollara en hafa búið þá til sína eigin innri varnasystem fyrir sína banka. Þannig að jú, þetta er hægt en þegar ég met þess að 3 kosti þá kemst ég alltaf þeirri niðurstöðu að það sé betra að fara inn í evruna. Það er það sem hefur alltaf dregið mig í þessu umræðu. En eins og ég segi alltaf enn og aftur, þetta hefur allt sína kosta og sína galla. Ég held að evran hafi kosti, við þurfum að gefa eitthvað annað eftir, er það ómikið, það er það sem ég vil gjarnan fá að sjá. Það er mitt mat, að það sé ómikið. Já, örstutt ánum fyrir riddarspurninga, það eru skemmtilegar í dag á léttari kantunum. Sko,
aðeins aftur í Það róa okkur. Allir okkur svo kvíðinni fyrir þessu spurningu. Já, Nú veit ég ekki hvað tekur við. Það aðsett spurningar. Sko bara örstuð á það sem við byrjuðum á náttúrulega þegar við hófum þátt, þá vorum við nýbúið að tilkynna eins og við tölum stýrivaxtahækkun, 8% stýrivextir. Sko, ég er ekki að segja að vera málflutningunum þinn, Snorri, en þú veist, það hafa einhver í stjórnaraðstöðun og einhver neili að tala bara ríkisstjórnin sem mögulega bara í einhverju 70 skák bara að hugsa þá bara líklega að fáum jáið að sé uppgjöf í efnahagsmálum og þau séu bara setja öll ekkin í þetta kannski dálítið gróft að segja þessu er viljandi að fá vext, hvað finnst þér þetta? Já, þetta er umræða sem hefur nú verið lengi sko og ég einhvern tímann gagnrýndi ég að því ég meina auðvitað trúum við því alltaf okkar ágætu stjórnmálastétt að engi væri nú þannig skinn í skroppin að hann fagnaði ógöngum okkar vegna þess að það þjónaði hans persónulegu markmiðum, auðvitað trúi því ekki en ég enga á síður svona í þessari umræðu þegar fólk er svona að tókast á þetta, þá minnist ég einhvern mann var að gera grína Sigmari Guðmundssoni þingflokksformanni Viðreisnar fyrir að sko einhvern mann lækkuðu vextir og þá kom einhver færsla frá hann sko, jú, vissulega lækkuðu vextir, við þurfum samt að fara í evruna. Þannig að auðvitað tengist þessi umræða náið sko, að við erum hérna með hagstjórn sem hefur verið bara ófullnægjandi og menn hafa verið að láta ríkisútgjöldin í raun og veru teiknast þannig upp núna á síðustu þingum að verðbólguvæntingarnar hafa bara ekki tekið við sér þannig að verðbólgan fara að þróast í rétta átt. Fjárlögin hafa bara einfaldlega ekki verið þannig smíðuð, menn hafa bara ekki verið tilbúnir til þess að ráðast þannig í ríkisfjármálin að það virkilega skili sér og þá erum við komin í þessa stöðu. Hentar það Evrópusambandsinnum? Ég veit ekki, kannski gagnvart þeim sem að trúa því að Evrópusambandi muni leysa þetta 1, 2 og 10. Auðvitað bendir maður alltaf ítrekka á það að sko, ef við ætlum einhvern mann að taka upp evruna þá þyrfti að taka til í þessum kerfum, hvort sem það er í, þegar við erum að tala þetta höfrungahlaup sem Jónas nefndi áðan, hvort sem það er í tengslu við bara vinnumarkaðin, hvernig menn skipuleggja launahækkanir þar og til þess að þetta þróist í rétt. Það er, og auðvitað ríkisfjármálin til þess að verðbólgan, vegna þess að það er kjarni verðbólgunar þessa dagana. Þá þurfa náttúrulega menn að sko vera búnir að taka til í því og þegar menn væri búnir að taka til í því, hvað væri þá unnið með því að fara inn í evruna? Það er bara mikið framsal ákvörðunarvalds, þannig að maður fara ekki að tala framsal fullveldis, mikið framsal ákvörðunarvalds á ýmsum sviðum fyrir evruna sem væri þá að gera hvað? Leysa vandamál sem við værum nú þegar búin að leysa. Þannig að þetta er svona stóra spennan sem við erum í sko, en ég ger ekki lítið úr því að ástandi í efnahagsmálum er orðið grafalvarlegt og það fer að vera komin tími á að aðrir taki við stjórnvölum. Já, það er kannski annað podcast í það. Snorri kemur alltaf bara í kosningabarátun til okkar. En er ég má svara sér bara gjörðu svo. Þá bara hef ég aldrei aðhlynst samsæriskenningum. Nei. Þannig að ég bara En heldur þetta hjálpi í áliðum? Nei, jáliðar eru líka að fara að borga afborganir af lánunum sínum næsta mánuði. Þannig að þetta hjálpa þeim ekki. Það hækkar bara krónutöluna. Við erum að tala sko að ganga inn í Evrópusambandi tekur 10-20 ár. Þeir sem eru að taka lán í dag og eru að fara með 20 ára lán, þetta munir líka hafa áhrif á þau fyrir miklu seinna. Nei, þetta hjálpar engum. Nei. Örstuð, því að ég sé eftir að þetta voru með Hilma Veigar, fórstjóra CCP og var gaman af því að við erum búin að tala Svein Sölvason, hann var öndurinn með við Svein og var harður í neginu, snerist, var jáari. Tímalínan í þessu, þú veist, ef það verður já, talað kannski samning vor 28, hvenær heldur best case að við getum verið að taka upp evru? Já, sko, ég ger mér bara ekki grein fyrir því, sko. Króatía gekk í Evrópusambandi 2013 og tóku upp evruna 2023, það tók þá 10 ár. Ég held að við myndum nú örugglega taka okkur einhver skemmri tíma, af því við erum nú þegar búin að innleiða svo mikið að EES-reglugerðinni að ég held að við með stuðningi Evrópska seðlabankans myndi að taka skemmri tíma, en ég bara, það verður það bara eitthvað gísk út í loftið, sko. Algjörlega. Sigur Ágústsson á fyrst spurninguna, hún er á Jónas. Hvað finnst Jónas ofurregluvæðingu ESB, lélega samkeppnishæfni til framtíðar, litla ef enga nýsköpun, nokkur lönd undantekið þó, gríðarlega skuldir stóru evruríkjana og ófremdar ástands í innflytjendamálum, er upptaka evru þess fyrir að gangast undir þetta? Þetta er nú bara svo Snorri að við setja þessa spurningu inn. Ég var að segja hvað þetta er flott og hlutlaus málefnaleg spurning. Þetta er bara þessi málflutningur sem ég er bara svo rosalega á móti. Þú veist, menn er alltaf að teikna upp Evrópu sem eitthvað brennandi hús og svo er einhver jáliðar sem er teiknað upp sem eitthvað himnaríki. Þetta er bara ekkert svoleiðis, menn að farið bara út, ég skora bara á fólk að það búa í þessum löndum, stofna fyrirtæki í þessum löndum, mennta sig og gera annað. Það er ekkert, raunveruleikin er ekkert svona.
það auðvitað margt sem að má betur fara alveg eins og Íslandi. Við erum alltaf að tala og takast á Alþingi, hvað má betur fara hér. Við erum búin að reyna ýmsar gerðir að stjórna myndun. Það hafa allir, Miðflokkurinn held ég, eða ekki, setið við stjórn landsins og það hefur ekkert breyst hvað þessi mál varðar. Þegar við tölum vexti og verðbólgu. Þannig að ef að ég mætti... Það þetta gekk mjög vel þegar Sigmundur Davíð var forsætisráðherra. Já, við getum deilt það. En það sem að ég myndi gjarnan vilja breyta væri náttúrulega bara kosninga fyrirkomulaginu á Íslandi. Já. Ég myndi náttúrulega miklu frekar vilja taka upp það að löggjafarvaldi finnst mér fínt. Mér finnst fínt hvernig við kjósum það og það gott að Alþingi representeri alla raddir þjóðlífsins á sem bestan máta. Því við erum náttúrulega svo sannarlega mjög ólík öll sem að búum hérna á Íslandi. Þannig að það fínt að það séu ákveðnir flokkar sem að representera alla minni hluta og meira hluta í landinu. En hins vegar finnst mér vont þegar við kjósum framkvæmdavaldið. Að við vitum aldrei sem almenningur hvað við fáum. Allt einu bara myndið einhver stjórn. Já, síðast var það sjálfstæðismenn og vinstri grænir og Katrín Jakobs var alltaf orðin forsætisráðherra. En núna fengum við Flokk fólksins, sko, þú veist, þetta finnst mér mjög ólýðræðislegt. Ég myndi miklu frekar vilja taka upp tvöfaldakosningu eins og mörg ríki hafa tekið upp þar sem að tveir efstu fara síðan í úrslit og þannig að þá fáum við framkvæmdavald sem með meiri hlutan á bakvið sig og getur þá myndað sína ríkisstjórn út frá hæfileikum og tekur þar líka alla ábyrgð. Ekkert að fría sig ábyrgð vegna þess að hinn flokkurinn var með einhver ákveðnum málamiðlun sem að þurfti að eiga sér stað, sko, og við endum með ráðherra sem að eru svona að því að allir þurfa að eiga einhver ráðherra úr sínu flokki. Mér finnst þetta vera umræða sem ég myndi mjög gjarna vilja að við færum að taka og horfum aðeins á innra kerfið hjá okkur, hvernig það virkar og hvort við getum ekki gert það betur. Já, þetta ekki sammála þessu, Snorri, eða hvað? Já, maður er náttúrulega með innsýn inn í þetta á þinginu og jú, sannarlega hefur núverandi skipan fjölmarga ókosti, aðra kosti. Sko, drauma uppstillingin væri kannski ekki nákvæmlega eins og hún er núna en þekkjandi hins vegar þingið og þekkjandi pólitíkina að breyta svona hlutum. Það, þú veist, auðvitað er allt hægt, sko, ef að viljinn er fyrir hendi og að menn fara í alvörinni í samfarandi herferðir gagnvart þessu, en þú veist það bara enn og aftur, ef við breytum engu þá breytist ekki. Við erum alltaf að deila þetta. Það væri fínt að byrja að segja nei við ESB og fara svo skoða. Já, skoðum þetta mánudag 31. Hafþór Pálmi spyr Snorra, Miðflokkurinn yrði lagður niður á morgun, hvaða flokk myndi Snorri færa sig og af hverju væru það sósíalistar? Já, það er góð spurning. Ég á góða vini í sósíalistunum núna. Já, núna, já. Núna, þessa dagana. Ég veit ekki hvernig svarar maður svona. Þetta er svo hypotetist. Mátt passa líka bara. Þarna, Miðflokkurinn er stóra verkefni, sko. Miðflokkurinn verður aðalmálið, sko. Mætti ég kannski bæta við svo spurningu það? Mér finnst það þóttið fróðleg spurning, sko. Því að hvað er það raunveru sem að er staðsta aðgreiningin á milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins? Þessi góð. Ég hef nú lýst í þannig svona ekki á ósvipuðum nótum og ég var að tala hérna áðan að mér finnst Miðflokkurinn iðulega aðeins betur treysta sér í að ræða svona ákveðin hitamál sem þarna brenna þó á öllum almenningi á meðan Sjálfstæðisflokkurinn er kannski aðeins svona meiri nú orðið, finnst mér, svona kannski kerfisflokkur og svona kannski í vissum skilningi rótgróin valdaflokkur sem að kannski hefur einhvern veginn þannig pólitíska stöðu að hann treysti sér ekki alveg til þess að taka stóru mál samfélagsvíslu umræðu. Þeir horfðu fram hjá því þegar þeir voru í ríkisstjórn hér hverjar raunverulega tilfinningar almennings voru til dæmis gagnvart innflytjendamálum og gáfu í raun og veru bara í að koma öllu hérna í óefni í innflytjendamálum árabil. Svo mætti náttúrulega nefna þetta óljósa hugtak wokeið, sko, það hefur nú alltaf sannarlega grafið sig í röðum ýmsa sjálfstæðismanna. En ég, eins og ég segi, ég var líka að tala þetta samspil á milli fjármagnsins og hagsmuna þjóðarinnar. Ég held að ég allavega sjálfur eins og ég segi, sumir segja, sko, heyrðu, við þurfum hérna innflutt vinnuafli í alla stöður af því okkur vantar vinnuafli, en ég segi, sko, við drögum mörkin gagnvart einhverjum hagsmunum þjóðarinnar mun fyrr að mínu mati, að mínu dómi, en kannski aðri sem eru miklu meiri talsmenn þess að þetta getur nú bara verið svona, þá séu við bara fjölbreyttara samfélag og svo framvegis, það er alls konar svona
En þetta eru innflytjendamálin sem eru kannski... Ég myndi alveg segja að það sé aðeins skarpari sín í innflytjendamálum, já, hjá okkur, tvímælalaust og svona raunsæra mat á framtíð þjóðurinnar, sko, hvað það varðar. Svo má alveg benda á að mikið talað um að atvinnuleysi sé ekki hátt því að 2,7% meðal Íslendinga en 10% meðal erlendra aðila það er líka bara risastórt vandamál, sko. Já, og ég meina ég alltaf að tala um líka að því að maður er mikill, að því að maður er talsmaður EES samstæðsins, þá til dæmis var gerð svo breyting af ríkisstjórnarinnar að lækka til dæmis tímabili frá því að maður fær fullan aðgang að stytta tímabili frá þegar maður fær fullan... Nei, jú, vissulega atvinnuleysisbætuna, þeim tókst ekki að lækka það, að stytta það eins og stemt var það átt að fara úr 36 í 18 en fór úr 36 í eitthvað minna, 24 mögulega, þannig að menn gátt ekki látið knið fylgja kviðið þar, talandum að ná stjórn á ríkisfjármálunum. En síðan til dæmis annað sem var tengslum við sjúkratryggingarnar að þú þurfir ekki lengur að vera í 6 mánuði á landinu til þess að fá aðgang að sjúkratryggingum, heldur bara 3. Þannig að menn eru aktíft í raun og veru að opna velferðarkerfið á Íslandi frekar en að taka á því og þetta gerir maður athugasemd við. Og svo ýmsar tillögur sem menn hafa ekki viljað samþykkja sem ég hef gert svona á sviði innflytjendamála, sko, en ég held að menn hafa ekki verið að biðja þær í þessum spurningum. Nei, við vorum að tala um síðasta þetta langar hamra aftur á því koktelarnir á Fröka Reykjavík fyrir utan matinn, saman hvort að sé millimál, hádegismatur, kvöldverður eða hvaðeina, þá ætla ég að mæla með einum ég ætla að mæla með 2, ég ætla að mæla með espresso martini og hann klikkar nú aldrei. Nei, hann er ógeðslega góð, hann er alltaf góður en hann er sérstaklega góður á Fröka Reykjavík og eins og ég sagði, látið bara þjóninum að velja þetta fyrir ykkur. Lengjan, við ætlum að hvetja ykkur kæra hlustendur, núna er enski boltinn að byrja setja á Chelsea, sko við erum búin að vera að horfa á hvernig Chelsea sáum síðasta leik hjá þeim, ég byrjar að horfa á vináttuleiki hjá þeim, ég er honum það spenntur, Xabi Alonso byrjar í 3 manna vörn, 5-3-2 þannig ég ætla að hvetja ykkur til að setja á Chelsea og allavega í guðanabænum setja á lenginu á ykkar lið af því að í verstafalli ef þetta dettur ekki þá er það stíða íslenskt íþróttalíf. Svo er það David Jones, það er nýtt bragð á leiðinni, sko ég gæti sagt ykkur frá því en þá gæti ég þurft að drepa ykkur en það gæti komið á næstu þáttum. Að þanga til, það mælum við með Sour Strawberry and Salty Licorice komið aftur í verslanir í, samt, ég ætla að segja það, mjög takmarkuðu magni. Mjög takmarkuðu magni. Og síðast en ekki síst, alls ekki síst, Frumherji, glæni þjónustöða Frumherja, bókaðu tíma í þá skoðunastöðu Frumherja sem hentar, hægt er að bóka í Núna appinu eða inn á núna.is. Þessi er nafnlaus og við fyrirum okkur aldrei ábyrgð. Þetta eru rittarspurningar, ég er nú búin að nokkra sem voru bara það eftir dark og þetta er að mótni til að við ætlum að sleppa þeim. Var haldinn krísufundur hjá miðflokknum eftir síðasta þátt af Silfrinu og mun einhver annar vera sendur í næsta umræða þátt sem mun ekki koma út eins og geltandi frekur smáhundur, segir þessi. Já, nei, ég kannast nú ekki við... Það var ekki lítill hundur samt, sko. Þetta var alvöru hundur þetta. Kannast nú ekki við neitt krísufund. Mér finnst Sigmundur Davíð hafa komið mjög sterkur inn í þessa umræðu Evrópusambandsmálinu og er nú líklega sá maður í stjórnmálunum núna sem hefur hvað mestan trúverðuleika og líka bara reynslu af því að nýta fullt ákvörðunarvald og fullveldi Íslendinga til að taka ákvörðanir til hagsbóta þjóðarinnar, þannig að ég hef ekki áhyggjur af okkar stöðu eða okkar trúverðuleika í þeim málum, sko. Nei, þessi er mjög skemmtileg og ég þarf að taka hana þegar þetta er auðumbræði, annars verður þátturinn fyrir hann ekki í loftið, hann spyrir þig Snorri, ertu kýtlinn? Er kýtlinn? Já, smá. Þessi nafnlaus á þig, Jónas, af hverju selur íbúðinaðinn í dollarum en ekki evru? Þetta er alveg magnað, sko, þegar málefnin þrýtur, þá fara menn í mannin. Þú búin að vera að lendi því núna? Mjög mikið og sko, ég er búin að búa í Bandaríkjunum 77 ár. Ég er í viðskiptasambandi við mjög góðan vinn sem er Amerikani og við eigum hérna allskyns fyrirtæki sem við eigum hérna í Íslandi og við fórum í fjárfestingu fyrir 6 árum síðan að kaupa íbúð í miðbænum og gera hana upp og það var gert með eiginlega út frá business sjónarmiði að gera hana upp og selja hana. Og þess vegna fór hún á sölu fyrir 3 árum síðan og hún var fyrst og fremst markasett til bandarískra kaupenda. Þess vegna var nú bandarísku dollaramerki sett á hana. En í hvaða mynt sem hún verður seld að þá munu náttúrulega þeir sem eiga íbúðina að lokum eða verður hagnaður, deila þeim hagnaði og skipta þá þeim ágóða í sína mynttegund sem þeir vilja. Já, og má kannski taka bara undir það að það er svona leiðilegt og ég held að Snorri geta alveg tekið undir líka að það er verið að fara í persónur í þessari baráttu, sko. Já, ég og þetta hefur náttúrulega ekkert með málefni að gera. Bara ekki neitt. Það er alveg bara, mér finnst þetta alveg frábært. Og það eru fleiri þetta sem ég er að sleppa, sko. Og það var, ég ætla bara að fá að segja það líka í þessum þætti, þú veist,
að það var nú annar þáttur sem heitir Þjóðmál og þeir byggu til eitthvað vídeo einhverja 2 Spánverjar sem voru að hlæja mjög mikið saman svo kom bara einhver þýðing sem var eitthvað allt annað og mig og mín persónuleg málefni og börnin eitthvað annað og heimasíður þeirra segir vönduð þjóðfélagsumræða. Mér finnst erfitt að skilja hvernig vönduð þjóðfélagsumræða tengist því að vera búið til eitthvað svona áróðursvídeó einhverja sem kannski ekki samsinnis öðrum en þú eflaust lent í miklu verra en ég í þessu Snorri þannig að ég bara svona að finna smjörþefna á þessu. Já, ég meina ég held að sko þetta bara mörguleiti, ég meina sko menn voru nú vanir í den að vegast á sko, þú veist, það var svona það sem fólk gerði áður fyrir, þetta drap hvert annað. Við erum ekki að gera það en í staðinn tökustu stundum harkalega á og það alls ekki allt fallegt og maður vafalaust segur það í gegnum tíðina að hafa svona einmitt verið svona full yktur í sinni orðræðu en maður reynir samt að lífa sko, ég vil alltaf trúa þegar á Íslandi sko og þetta segir maður alveg ekkert í einhvern svona markaðstilgangi heldur bara svona innlega sko, við erum mjög hrifin af því á Íslandi ef við getum haldið í að sko, þú veist, við tökumst bara harkalega á vígvellinum, hvort sem er á þinginu eða í fjölmiðlum og málefnin og svo framvegis en sko svona að draga fjölskyldufólks inn í þetta, maður hefur nú aðeins séð hvernig það getur virkilega farið að gerast hjá fólki og það eins og segi, það væri mjög óskandi að menn gætu veigra sér við það sko, eins að þá ertu farin að fara svona fram hjá leikreglunum sko, þú veist, það mjög fínt að hafa bara leikreglunum, það getur bara tekist hressilega á innan þeirra, en svo þegar þú ferðu utan þeirra, þá veit maður ekki alveg hvað maður á að gera, hvað maður að bregðast við sömu mynd, en þess að manni hugnast það ekki, þannig að þetta kemur mönnum í mjög erfiða stöðu sko, og maður í vissu skilningi svolítið varnarlaus gagnvart þessum aðferðum, og maður getur ekki annað en bara reynt að bera hönd fyrir höfuð sér og biðja menn að sko, þú veist, hegða sér sko, bara eins og fullandi menn sko. Fyrir utan eins og Jónas kom inn á fyrir dag sko að við erum að reyna vonandi að búa til plattform til að hvetja fleira fólk til að fara inn á þetta svið og þetta kannski ekki Nei, og mér finnst hafa vantað skort á hæfileikaríku fórustu fólki bara víða í heiminn. Maður horfir svona bara þjóðarleiðtoga heims og við horfum nú sérstaklega upp á bara síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum milli Biden og Trump að þetta risastóra ríki með alla sína hæfileika að þetta skildi hafa verið valkostir. En ég held að það sé bara, þú veist, menn eru farnir að veigra sig fyrir því að vera að setja nafn sitt og nú er ég búin að prófa það. Ég er samt einungis að reyna bara að tala út frá minni reynslu og hvetja bara fólk til þess að vera opið fyrir að kanna möguleika. Það er eina sem ég er að predika. Og ef að menn eru ekki sammála því þá er það bara allt í góðu. Já. En sko að fara að reyna persónu gera þetta og birta einhverjar fyrirsagnir bara mína persónulega hagsmuni eða einkamál, mér finnst það bara lýsa manninum. Já, bara mjög gott að fæst að svara fyrir þetta. Snorri Ólafur Malmquist sendir þess á þig og nú hefur opnast gæsalæpir. Framsókn hefur markað skýra stefnu fyrir aðild að fullveldi og óskora forræði yfir auðlindu þjóðarinnar verði grundvallar krafa í þeim viðræðum. Auk skilyrða sem lúta meðalans að hagsmunum landbúnaðar og sjávarútvegs. Fordæmi eru fyrir slíku í samningum annarra þjóða við Evrópusambandið og því algjörlega rangt að halda því fram að þessar kröfur hamli því að af aðildarsamningi geti orðið. Sigmundur Davíð árið 2009. Tekur Snorri undir þessi orð frá Sigmundur Davíð? Hvað kom í ljós í þessum viðræðum þá? Ólafur er ekki hérna. Nei. Það er kannski mín spurningin á móti, sko. Hvað kemur í ljós í þessum viðræðum? Þessi kaflar voru ekki opnaðir. Nei, akkur voru þeir ekki opnaðir? Það er akkurat það sem að mér ergist mest. Akkur voru þeir ekki opnaðir? Það var ekki einhver tilviljun, einhver söguleg tilviljun eða einhver gloppa í kerfinu að þeir skildi ekki vera opnaðir. Heldur vegna þess að menn voru alveg búin að fara í kringum hlutina og skoða aðeins hvað menn voru að pæla á þessum sviðum, en þeir gátu ekki formulega opna samningana vegna þess að þeir vissu bara að það færi allt í háaloft vegna þess að kröfunar og kröfur hvora tveggja aðila virtust allan á þessum tíma, rétt eins og maður getur glöggvað sig á í fróðlegu viðtali við Jón Bjarnason, ósamrýmanlegar af hálfu samningsaðila. Það virtist vera sú staða sem kom á daginn að koma upp eftir að menn hefðu gert sér greinilega á ýmsum sviðum samfélagsins ákveðna vonir hvað eina í þessum viðræðum. Hvað kom út úr þessum viðræðum? Það var 3-4 ára þref og mikil orka og ég var nú að nefna daginn í öðrum hlaðastætti, sko, þessi staða sem var komin upp árið 2012 þegar þú varst komið með ríkisstjórnarliða alveg fullum fetum að segja inn í þingi að þeir teldu að þjóðin myndi hafna þessum samningi sem kæmi út úr þessu ef hann þá kæmi einhvern tímann og þetta var eftir 2-3 ár af
mjög kostnaðarsömum og íþyngjandi viðræðum að þá voru stjórnarlegar, ríkisstjórnarlegar Katrín Jakobsdóttir meðal annars sem menntamálaráðherra fann að segja fullum fettum við þinginu að sko, auðvitað getur við reynt já, þurfum að reyna að klára þessa samninga en ég tel að þjóðin muni hafna þessu og þannig að það eru það einstaklega sem voru með áhrifavaldið inn í þingi farnir að tala svona og þetta bara auðvitað rann út í sandinn. En ég held að við þurfum að geta sýnt meira sjálfstraust og skipa góða samninganefnd og farið út með mikið sjálfstraust og farið bara í þessa samninga og opna þessi erfiðu kafla bara fyrst og þá kemur þetta allt saman í ljós sko, og þá er bara fínt að mæta hérna og hlusta og snorra og aðra að segja I told you so og ég skal en mér, eins og segi, tala fyrir marga ég held að sé komið tími til að við leiðum þetta bara allt í ljós. Má ég spyrja ykkur einu? En má ég samt leima inn þetta að byrja á þessum erfiðu köflum það er ekki endilega það sem menn gera í þessum samningaviðræðum. Nei, það er mín tillaga en ég ræði engu þetta sko. Já, það er náttúrulega við erum búin að ólíklegt að það yrði nálgunin við erum bara búin að innleiða svo rosalega mikið af evrópsku regluverki að það er ekkert svo mikið sem stendur út af fyrir utan þessa erfiðu kafla eins og svo kallað sko, sem er landbúrun og sjávarútveginn og orkumálin og þessar auðlindismál. Það er það sem eiginlega út af stendur. Þannig að við erum alltaf að fara automatist að byrja á þeim sko. Að því að þú búin að tala viðtalið í selunum við Gunnar DH sem var bara gott og hvetjum allir að taka sko, að því að hann talaði að vera bara betur heimaseti ef við fáum ekki full yfiráði fiskveiðiauðlindin okkar og eiginlega eins og hann talaði bara að standa fyrir utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Sko, ég er ekki að grínast, í alveg ekki að hringja og spyrja það, þurfa að fara í þennan allan leiðangur í mörg ár, þetta er eiginlega bara ein spurning sko. Já, ég held að þetta sé náttúrulega samningaviðræður, það er dálítið erfitt sko, enn og aftur, nú tala ég bara ein reynslu að þegar þú byrja saman að 2 fyrirtæki að fara í samningaviðræður þá byrjar þú kannski ekki endilega á því að segja strax bara hringir inn og segir fæði örugglega þetta ekki í gegn af því þetta er náttúrulega alltaf negotiations skilur að þú ert að gefa eftir eitthvað þannig að ég þekki ekki svona samningaviðræður ég þekki það ekki neitt en þetta er góð spurning og það eflaust væri hægt að kannski fá meira sem svörum upp á borðið áður en við færum alla leið en ég held að sé besta leiðin það er náttúrulega bara að setjast niður við samningaborðið. Það er ekki samt ákveðin þess vegna í að tala að opna erfiðustu kaflann fyrst klára þá en á sama tíma tala að þetta snúist alltaf með einhverja heildarmynd samningsins. Ég meina að því að við vitum náttúrulega að mikið af þessu liggur nú þegar fyrir. Ég er ekkert að tala gegn því. Þetta eru þessar sérlausnir í þessum auðlegðarmálum okkar sem þetta málið snýst Það snýst fyrst og fremst það. Þannig að þetta ekkert marga spurningar sem það þarf að svara. Eitt er sérlausnir og tímabundin aðlögun eða frestur, en hitt er að standa utan við grundvallar einkavald Evrópusambandsins á sviði sjávarútvegs sem er alveg gegnum gangandi hjá öllum ríkjum Evrópusambandsins. Það er svo stór sérstaða. Það er svo stór sérstaða. En ef þú færð varanlega sérlausn, þá er það frumréttur og þá verður því ekki breytt nema með okkar ákvörðunarvaldi. Þannig að þetta er nú bara það sem hefur verið bent á og þess vegna finnst mér þetta vera eina athyglisverðasta spurningin og væri bara mjög sniðugt. Ég er eiginlega sammála því, bara byrja á því að taka þessa spurningu. Og ef hún leiðir í ljós að það verður ekkert neitt samið sem að væri mjög skrítið finnst mér að því að ég ber það bara saman við samningaviðræður normanna og hvað Finnar og Svíar fengu og annað, þannig að ég held að sé hellingsráðurum til þess að setjast niður og semja. En þetta kemur allt bara í ljós. En þetta er mikil bjartsýni að mínum að þessi nafnlausa ég er líka bjartsýnn. Ég er bjartsýnn líka. Þessi nafnlausa Jónas en hún er samt góð og málefnaleg. Það eru 2 matvörukeðjur í Finnlandi með 80% markaðshlutdeild, átti ekki ESB að auka fyrir okkur samkeppni þar. Svíþjóð eru 3 stærstu með 90% og Ísland eru 4 stærstu með 72%. Já til að sjá lofar lægra verði á samkeppni en þarna er markaður sem ætti að vera stútfullur á samkeppni en er það augljóslega ekki með þetta. Já sko, ég segi á að sjá lofar ekki einu en einu. Það er bara það sem við höfum verið að benda á er að þeir sem hafa gengið inn í þetta stærra markaðskerfi og tekið upp evruna þá hafa samkeppni hefur þar lendið aukist og vextir og verðbólga hafa farið niður á við. Ég þekki þetta mjög vel í Finnlandi. Það er bara 2 keðjur þar sem að ráða bara gjörsamlega öllu, SOK-hópurinn og ég hef nú reynt að koma inn með retail og berjast á móti þeim og það er erfitt. Og af hverju er þetta svona erfitt? Já, það er náttúrulega, þetta tekur allt sinn tíma líka en langtíma, maður þurfa að horfa á það, langtíma sjónarmiðið hefur verið að þetta hefur reynst þjóðum betra. En hvort þetta leiðir að sér fyrsta daginn og þá getur fundið einstaka dæmi en þetta er alveg mjög athyglisverð tölfræði. Ég hef nú ekki kynnt mér í hinum löndunum en ég hef þekki eigin raun hvernig þetta er í Finnlandi. Ég nefndi þetta í sambandi við þessu samkeppnissjónarmið á Íslandi að það er ótrúlega
mikil einföldun að láta eins og bara einhvern veginn, það sé engin erlend samkeppni núna á Íslandi og það verði bara erlend samkeppni við fyrir minni. Það náttúrulega bara fjöldi erlendar fyrirtækja á bara mjög mörgum sviðum atvinnulífsins sem í blúsandi samkeppni við innlenda aðila. Ég held að sé enginn sem að segja það heldur sko. Hvort sem það Costco eða Bauhaus eða hvað eina. En það sko stóra breytan alltaf gengið sko. Já. Þú veist að því eins og ég rek retail hérna á Íslandi líka, þú veist, og bara 1 krónu hreyfing á móti evrunni, hún hefur svakalega mikinn áhrif á innkaupaverð varana. Og ef maður lætur það leiða strax út í verðlagið, þá náttúrulega hefur það áhrif til hækkunar yfirleitt. Já. Þannig að þetta sko gengi sveiflan og þá ertu komin út í það að vera sko hedga þig og þá ertu, þú veist, þetta er svo mikill fjármagnskostnaður sem að leggst á rekstrarreikning fyrirtækina við það að vera flytja inn vörur í annarri mynttegund. Þannig að það leiðir út í verðlagið. Það er alveg 100%. Líka gífurlegu kostnaður sem fylgir öllu regluverkinu og að standa undir því og að uppfylla öllu möguleg skilur. Ég meina horfðin í bankana, hvað vinnum mikið af fólki þar bara við að eldast við Gera skýrslur. einhverjar skýrslur og reglur sko. Þannig að það er alltaf kostnaður sko. Þetta eru kostir og kallar. Talaðu retail í Íslandi, ein löglétt svona uppáhalds Nespresso bragð. Hvaða Nespresso bragðið mælur með fyrir hlustendur? Arpeggio, já. Albert Brynjar Ingason spyrir þig, er Albert Ingason öflugasti starfskraftur sem þú hafðir hjá Tax Free? Langöflugасtur. Já, ég sé mikið eftir honum. Hann segir hérna að þú hafi látið útvega fyrir nafnspjald Albert Ingason, viðskiptastjóri Tax Free á Íslandi sem að hjálpaði Singul Alberti mikið. Já, þetta var nú þannig sko, tímabili voru við 5 starfsmenn hérna heima og það var hérna Gylfi Einars. Já, og Valur Fannar og Albert Inga og svo var 4. starfsmaður minn, hann var ansi góður í fótbolta líka. Nú er ég því miður hérna dálítið fatlaður að ég með vöðvarýrnun get ekki hlaupið eða sparkað. En við vorum alltaf leiðin að fara sko í svona fyrirtækja mót. Því að þetta var náttúrulega alveg geðveikt fótboltali sem voru samankomnir þarna sko. Við höfum örgulega rústað öllum, en ég var veikilekkurinn, hann er ekkit úr því varð. Þá bara að koma að loka spurningum dagsins, sko, af hverju að fólk að kjósa nei, já, Snorri, þú farið að loka árin til að byrja Jónasi, bara 30 sekundur, af hverju að fólk að kjósa já 29. ágúst, Jónas? Við bara erum komin á þann stað, finnst mér, að við eigum að kanna til fulls kosti og galla þess að ganga inn í Evrópusambandið, að losna undan verðtryggðu krónunni og koma okkur inn í evru hagkerfi. En ég að segja, hveti fólk til að segja já 29. ágúst til þess að geta vitað hvers konar samningu fáum og meta hann síðan hvort að það sé þá kostur að galli að fara inn í Evrópusambandið. Það er alltaf önnur spurning. Snorri, þú verður að loka árin? Já, ég myndi bara segja við þekkjum gallana, þeir eru mjög alvarlegir á þessu stigi. Við Íslendingar erum í einstakri stöðum, okkar einstaka auðlinda hagkerfi og einstöku tækifæri til framtíðar. Við munum eyða óttast ég verðmætum tíma í mögulega vonlaust verkefni ef við felum þessari ríkisstjórn að sækjum aðild að Evrópusambandinu á þessu stigi og tíma okkar væri sannarlega betur varið í þarfari verkefni hérna heima að byggja okkur upp og okkar stöðu alþjóðlega á okkar eigin forsendum. Og svo er einn aukapunktur að ef að þeir eru farið að leiðast þessi umræða, þá er neyið líklega svarið, vegna þess að annars verður ekki annað rætt hérna en það hvernig skilyrðin verða við Evrópusambands aðild sem maður er þó fyrirfram mótfallin út af fyrir sig. Jónas Hagan, Snorri Másson, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk hérlega.